Ég hef oft hugsað, ég held ég geti hjálpa mörgum ef ég bara opna á þessa hluti á mér. En ég hef alltaf hugsað að ég verði að vera að koma með mikla fjarlægð frá því til að geta sagt frá því eins og mér langar að segja frá því. Og það kosturum við að þá þegar ég segi frá þess eins og núna, þá ég ekki að hugsa, ég nú ekki alveg hvort ég leggi að segja frá þessu. Heldur ég bara all in. Og þess vegna hugsaði ég með mér, ég ætla að opna á það að ég hafi tekið geðlyf og bara setja listan yfir geðlyf sem ég hef tekið inn í bókina, að því það gerir mig ekkert að verri manni að hafa tekið þessi lyf. Og það líka hjálpar fólki að skilja. Við erum oft með, hvort sem það einmitt einhverja greiningar eða lyf eða eitthvað. Við erum með hugmyndur að einhver sem með svona greiningu eða taki svona lyf sé einhvern veginn. Og ég held að hugmyndin sé ekki ég. Þannig að mér finnst frábært að fá að leggja lóð á þær vogaskólar og fólk getur glímt við alls konar hluti og þurft að taka alls konar pillur og gera alls konar. Það ekkert endilega víst að sé varanlegt. Góðan daginn kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á Spánían þátt af podcastinu. Þáttur númer 27, fjandinn hafið það. Þetta fljótt að tekka inn. Sölvi Tryggvason var að yfirgefa mig eftir frábært og víðtækt spjall andlega og líkamlega heilsu. Ég held að sé óhætt að kalla þetta bara spjall heilsu almennt. Eitthvað sem virðist vera endurtekið þema í þáttunum hingað til, en ég vil samt ekki hafa þættina eftir einhverju þema. Ég man þegar ég var búin að gefa út fyrstu 4 þættina af podcastinu og þeir voru allir við crossfitara, að fólk var strax búið að stimpla þetta sem eitthvað svona crossfit podcast. Svo komu 3 þættir langhlaup og þá var þetta orðið hlaupa podcast. Svo held ég að verið þátturinn þar á eftir var viðtal við Gunnar Nelson. Þá var ég búin að taka 6 viðtöl við íþróttamenn, en þá var þetta orðin eitthvað svona íþróttaspjallhátur. Málið var að það var allt óplanað og það enn. Þetta bara þáttur þar sem ég tala við áhugavert fólk. Nú ég komin ágætlega langt út fyrir umræðefnið sem allt í góðu. Það bara svona ólíklegt að ég hleypi þessu gegnum editið. Ég hef margótt setið einn að búa til intro fyrir þættina og sagt eitthvað sem ég held að sé voða sniðugt, en svo fær ég þetta yfir í tölvu og bara nei, þetta kennst ekki gegnum síðan. Þú ert að gera tölvert betur og ætlar að fá þinn eigin monológ í introinu. Gæti til dæmis verið að ég sé að taka þetta upp núna og þið fá aldrei að heyra þetta. Ég veit það ekki. Það fer eftir hvernig framtíða Snorra líst á þetta á eftir. Kannski sleppur þetta í gegn, sjáum til, þið verðið fyrst til að koma staði. Sölvi Tryggvason þurfti að þola erfiðan heilsubrest fyrir áratugi eða svo og hefur unnið í sínum málum statt og stöðugt síðan þá. Hann gaf út á dögunum bókina Á eigin skinni, þar sem hann fer yfir mjög víðtækar tilraunir á eigin hug og líkama til þess eins að líða betur. Mataræði, hreyfing, svefn, föstur, bætiefni, kuldaböð, hugleiðsla, öndunaræfingar, tenging við náttúru og snjallsíma og skjánótkun, svo eitthvað sé nefnt. Við áttum gott spjall leiðir til þess að vinna í sjálfum sér og vinnaði betri útgáfu af sjálfum sér. Hann vildi svo til að ég tók spjallið upp og ætlaði að deila því með ykkur hér í þessum þætti. Í gærkvöldi þá fékk ég sendingu af heilsupakkanum svokallaða hjá Eldum Rétt. Þessi þáttur í boði Eldum Rétt og í síðasta þætti sagði ég ykkur frá því hvernig þau einfalda ykkur lífið með matarpökkum fullum af hollu og góðu hráefni sem maður eldar svo sjálfur. Eldum Rétt svarar spurningunni hvað á að vera í matinn og ekki nóg með það heldur skuttlaði matnum upp að dyrum til þín og koma í veg fyrir matarsóun í leiðinni. Ekki bara með því að gefa þér nákvæmlega það hráefni sem þú þarft í máltíðina, heldur gefa þau alla umframframleiðslu sín megin til Fjölskylduhjálpar Íslands. Þau eru með 6 mismunandi matsala í boði fyrir hverja viku. Þú getur til dæmis valið þér veganpakka, paleopakka eða heilsupakkan, eins og ég gerði. Leggur inn pöntun fyrir miðnætti á miðvikudögum og þau skuttla pakkanum til þín vikunni eftir. Ég pantaði með þess að heilsupakkan og í gær var á matsalinum thailenskt karrí með risarækjum sem ég eldaði 100% sjálfur. Skannuði vorlauk, skannuði papriku, svo hrísgrjón, steikti rækjur. Gerði þetta bara listilega vel og þetta var skemmtilegt, þetta var gott á bragðið, það var ekkert afgangs og ég mjög spenntur fyrir að elda aftur í kvöld. Á matselinum í kvöld, ég þarf að finna það, þetta var eitthvað flókið. Herru, það parmesan panko raspaður kjúklingur. Ég bara hendi í parmesan panko raspaðan kjúkling í kvöld og ég get ekki beðið. Kíktu inn á eldumrétt.is og legðu þeim pöntun svo þau getið skuttla matnum upp að dyrum til þín og þú lært að elda góðan mat fyrir vikið. 66 gráður norður alveg sama hvernig viðrar. Fólk þarf að hreyfa sig þrátt fyrir íslenskt veðurfar í janúar. Það búið að vera rigning og snjór til skiptis síðustu daga en við hlaupum samt. Staðarfell Neosel sportjakki vind- og vatnseldur. Efnið í jakkanum með eina bestu öndunareiginleika sem völ á í öllum heiminum, svo maður verður ekki rakur í honum þegar maður svitnar. Ég búinn að fara út að hlaupa í honum síðustu daga og ég gæti ekki verið sáttari. Efnið teygjanlegt svo að þægilegt að hreyfa sig í honum.
ekki bara hlaupa, það er hægt að nota hann í golfið eða hjólreiðar líka ef þið eru þar. Það skrjáir ekki í honum og ég veit að ég er búin að segja en hann er vind- og vatnseldur en ég segi það aftur því að það er nákvæmlega það sem maður þarf ef maður ætlar að hreyfa sig utandyra á Íslandi. Það eru 2 vasar á bringunni, kortavasi á erminni, rendurvasi á bakinu, allt með vatnseldum, rennilásum og endurskinnis og það er erfitt að biðja mikið meira. Ekki nóg með að ég mæli með þessum jakka fyrir hlaupið, þá gerir Elisabeth Margers það líka. Þegar einhver hefur hlaupið 400 km í Eðimörk og mælir svo með jakka þá hlusta þú. Farðu inn á 66north.is og kíktu á Staðarfell og notaðu afsláttarkóðan Snorri Bjórns SNORRIBJORNS til þess að fá 15% afslátt að Staðarfell Neosel sportjakkanum. Farðu út að hlaupa, þú er gott að því, það er miklu betra að hlaupa úti. Þeir sem eru ósammála hafa ekki prófað það. Þátturinn er í boði Eldum rétt og 66 gráður norður. Hér er komið að Sölva Tryggvasyni, gjörið þið svo vel. Sölvi Tryggvason, verðu velkomin. Takk hérlega fyrir það. Þú varst að gefa út bók. Ég var að gefa út bók, já. Og það var aldeilis ástæða til. Hvað ert þú búin að vera að sýsla síðustu 10 ára? Síðast áratugin eða svo? Já, það má segja þessi bók hún er eiginlega afrakstur síðustu 10 ára í lífi mínu, ef að ég get orðað þannig. Fyrri hlutin af bókinni, að því ég er í raun og veru búin að vera með þá hugmynd á bak við eyrað í dálítið langan tíma að opna á ákveðna hluti í mínu lífi þegar ég lendi í heilsubresti vegna þess að ég hugsa með mér, ég held ég geti hjálpa fólki. Og svo hef ég líka verið með á bak við eyrað, ég er búin að vera að brölta það mikið í kringum heilsu og allt sem að því snýr, að mér finnst þess að ég verð að fara að miðla því einhvern veginn. Svo gerist það eiginlega bara þegar ég er eins og gerist oft hjá mér. Ég fæ oft bestu hugmyndina þegar ég er ekki í mínu daglega vinnuumhverfi. Þannig var hugmyndin mín að bíómyndunum fótboltalandsliði til og ég er svolítið farin að treysta því að vinnuferlið mitt ef ég horfi til langstíma er þannig að vinnan mín verður til þegar ég er ekki í vinnunni og svo executa ég hana á venjulegu vinnudögum. Þannig að ég er í göngu bara labba 12 daga á milli Portúgal og Spánar vorið 2017 þegar ég fæ þessa hugmynd bara rosa sterkt. Já, heyrðu, þú veist, ég er að fara að útfæra þetta svona að ég er búin að vera síðustu 10 ári í raun og veru hefur að vera bara helsta áhugamálum mitt allt sem snýr að heilsu. Ég er búin að lesa sennilega 3-4 sinnum fleiri bækur heldur en ég las í öllu háskólanáminu mínu til samans. Ég hef verið að horfa á heimildarmyndir, náttúrulega allt sem að því snýr, ég hef tekið viðtölu fólk. Ég er búin að fara út allan heim þar sem ég hef verið að læra af ótrúlega færi fólki alls konar hluti. En þetta náttúrulega veit fólk kannski ekki. Þannig að til að svo ég sletti meiki einhvern sens að ég sé að skrifa heilsu, þá fannst mér eins og ég yrði að hafa fyrstu 15-20% af bókinni það þegar ég misti heilsuna sjálfur. Já. Sem í raun og veru færði mig frá því að hafa áhuga á að vera í fínu formi og svona, þú veist, vera bara svona eins og margir eru, bara hreyfa mig og borða sæmilega hollt yfir í bara þurfa að skoða þetta miklu dýpra til þess að koma mér bara í almennilegt stand aftur. Já, er það þessi heilsubrestur sem hún lendir í, var hann í rauninni drifkrafturinn að þessu 10 ára ferðalagi? Það má segja það, já. Og allar þessar bækur og allt sem þú ert búin að kynna þér og pröfa á sjálfu er það allt byggt á því að þú bara þurftir virkilega að taka á honum stóruðin? Ekki allt, ég myndi segja svona ef ég svona gróft séð 70% af því að ég fer í sálfræði í háskólanum, þannig að ég hef áhuga á því sem snýr að andlegri heilsu og þeim hlutum. Ég tók næringafræði kúrsa með sálfræðina því ég hafði áhuga á heilsu. Já, ok. En hann bara rist ekki næstu því svona djúpt og fyrst og fremst var ég bara ekki næstu því opinn þá fyrir að prófa hluti, þannig að ég myndi segja að það er leitun af manni sem hefur prófað óvenjulegri hluti en ég að því ég hef svona færst frá því að vera einmitt akademiskur og lesa og hafa hugmyndur hluti og jafnvel vita voða vel en vera kannski jafnvel hlutur hættu við að prófa yfir í að bara komast á þann stað að mér finnst eins og ég megi ekki mikið tjá mig hluti helst nema ég hafi prófað. Okay. Það er svona þekking, þú getur fengið ákveðna þekkingu með því að lesa hluti eftir aðra eða heyri öðrum, hvort sem eru viðtöl, bækur, annað. En alvöru þekking kemur fyrst og fremst með reynslu. Og þess vegna verður maður að prófa hlutina. Til þess að geta, ef ég ætla að fara að tjá mig föstur, og þetta er alltaf það fyrsta sem ég hugsa ef einhverjum með rosa sterka skoðun á föstu, hefur fastað. Skilur ég. Ég með rosa sterka skoðun á einhverju, þá verði ég helst að hafa prófað það sjálfur. Ég get lesið vísindagreinar en
ég veit ekki í raun og veru hvað þetta gerir fyrir líkama minn fyrir en ég prófaði sjálfur á mínu megin líkama. Já, ég fekk að lesa bókina þina og allt þetta, allar þessar svona búblur og trend og hæp í kringum kúra, mataræði, einhverju bara svona heilsufarsbreytingar eins og bara, þú veist, eins og núna finnst mér vera svolítið sterk keto-menning, þú veist, ég tala föstudnar og þú veist, svefn eða næring, hvað sem það er, þú virðist þá að prófa þetta allt saman. Ekki allt, en mjög mikið, já, vegna þess að ég hef allavega ekki séð neitt sem hefur komið inn á vísi sem að þú hefur ekki prófað, en kannski ef maður leitar aðeins út og sér svona hvað fólk er að gera þar, þá skil ég vel að það hafa ekki farið út í allt saman. Nei, en einmitt, mjög góða punktur, að því í raun og veru er ég búin að vera án þess ég vilji, sko, ef ég nota það orði í jákvæðum skilningi, þá er ég búin að vera bara næstu í manískur á síðustu árum í að prófa hluti. En þú hafði líka ríkulega ástæðu til. Getur þú aðeins sagt okkur hvað gerðist, hvernig þessi heilsubrestur lýsir sér? Já, hann byrjar í raun og veru bara eins og þú veist, það eru notuð ákveðin orð, en ég er einmitt mikið að tala að mér finnst að við megum ekki festast í skilgreiningum, hugtökum og greiningum, þannig að ég sé eftir á og ég fekk alls konar greiningar, þú veist, það er síþreyta, streita, kvíði, athyglisbrestur, kulnun, meltingatruflanir, allt er þetta bara, þetta eru lífstílskvillar. Og ég sá það ekki þá að það voru bara ákveðin viðvörunarljós byrjuð að blikka sem ég í raun og veru hunsaði. Ég var bara búin að lifa of spennuþrungnum lífstíl í of mörg ár. Það er alltaf að vera undir miklu álagi, maður getur alveg verið undir miklu álagi og höndla það vel. En lykilatriði þá er einmitt endurheimtin. Er ég að gera góða hluti fyrir utan tíman þegar ég er undir álagi? Bara fara upp í sumarbústað með fjölskyldinni, spila með vini, bara gera einhverja hluti sem láta maður kúpla svolítið út. Ég bara hugsaði ekkert út í þetta, mér fannst ógeðslega gaman í fréttum og ég tók allar aukavaktir og svo var ég líka bara á vaktinni alltaf þegar ég var vakandi í raun og veru, að ég hafði bara svo gaman að þessu. Já, og það var kannski svolítið erfitt bara með að kúpla út. Já, ég hef alltaf, og þess vegna bara eins og ég taki mitt heilsuna, það er ekkert mál fyrir mig að koma upp í vana að hreyfa mig, af því að ég á auðvelt með að vera ör og gera hluti. Það sem er erfiðast fyrir mig er einmitt hugleiðslan. Hlutindir sem kalla á bara að gera ekki neitt eða fara inn á við og kunna það hefur alltaf verið meiri kunst fyrir mig. Já, mér fannst alltaf magnað að sjá, þú varst að tala söguna þína og þeir sem hafa kannski séð önnur viðtöl við dæmið það sem þú varst að byrja að sjá viðmælenduna þína tvöfalt og þess áttar, hvað voru sko skýr líkamleg einkenni í gangi, en þú talaði samt að hafa verið orkumikill og komið mörgu í verk. Mér finnst það svolítið ótrúlegt við þetta. Já, þetta var furðulegt tímabil. Í raun og veru er ég mjög orkumikill fram að þessu. Svo kemur ákveðið tímabil þar sem ég var bara orðin það mikið brunarúst að ég var ekki orkumikill. Það voru ákveðinni mánuðir. En svo næ ég svolítið aftur að bara láta adrenalínið hjálpa mér að þegar hruni kemur, þá er ég raun og veru komin út úr versta kaflanum en er enn að glíma við hluta þessu. Og þá var það svolítið bara þetta að ég er inn í Íslandi í dag þegar hruni kemur, allt í einu ykst bara áhuga og fréttum gífulega mikið, ég var með góða heimildamenn út allt samfélag, ég fekk rosalega mikið viðbrögð því sem ég er að gera. Svanhildur Hólm sem var með þáttir með mér og var líka að taka pólitísk viðtöl hættir síðan, þannig ég sitt alltaf inn eftir við erum 2 í þættinum og svo sem er með mér er ekki að taka pólitísk viðtöl eða viðtölum fjármál, þannig ég er alltaf innu bara með þátt í beinni útsendingu á hverju kvöldi þar sem ég er bara að taka viðtöl við í raun og veru alla í þjóðlífinu og þá fer maður svolítið aftur í þennan bara adrenalíngýr og finnur aftur einhverja orku bara þar, sko. Þannig að þú náður að halda þér uppi en þú varst kannski að ganga okkur neðatangan. Já, aðeins, en ég var samt komin yfir versti hjallinn var árið áður, sko. Það er raun og veru, þá var ég þegar verst lét, ég var ekki orkumikill en ég náði að klára mig gegnum hluti og það er svona eftir á að hyggja ég var kannski að taka 15 mínútna viðtal við forsætisráðherra í beinni útsendingu og ég var bara að nota 10-15% heilanum á mér, sko. Já. Að því meðan ég er að taka viðtalið er ég allan tíman að hugsa, þú ert með kvíða, hvað er það að gera hérna? Skilur, það er önnur starfsemi í gangi sem er að trufla fyrir mér að geta einbeitt mér að viðtalinu, en samt var ég jafnvel að fá hrós eftir þessi viðtöl, af því að einhvern veginn sjálfstýringi var orðin það góð. Akkur stoppa maður ekki? Það er ákveðin tegund að gefa ekki. Akkur það var að kasta upp til þess að fyrst byrja að hætta eða? Það er tvennt. Í mínu tilviki held ég eitt að ég hafi verið að ég
var að felita svo mikið það var hlutaði að ég stoppaði ekki að ég, að því ef ég hefði stoppað þá hefði þurft að viðurkenna allt sem var í gangi þannig að það var svona einhvern veginn bara meðan ég get einhvern veginn látið þetta ganga og lætið þetta ganga það er annar hlutin og svo er það hinn hlutin bara einhvern veginn sem er þetta, þú veist að maður sjálfur er rosa dómharður oft á sjálfa sig og manni finnst maður bara að vera aumingi manni finnst maður eiga, skilur og maður ef maður myndi horfa á aðra mannesku í sömu aðstæðum, þá ætti maður svo auðvelt með að sjá, heyrðu, þú veist, þú er komin bara einna langt yfir öll mörk og verður að, en þegar maður sjálfur er í þessum aðstæðum, þá finnst manni bara að maður eiga bara að harka af sér og gera þetta, þú veist, ungu kallmaður, ég meina, þú veist, yfir hvað er þetta að væla, skilur það allt í fínu á yfirborðinu. Já. En þegar allt fer í steik hérna hjá þér og þú ert orðin að brunarúst, hvernig byrjar að vinna þig tilbaka út úr þessu? Hvar byrjar þetta? Byrjar þetta bara með pásur frá vinnu? Eða? Það byrjaði raun og rámi, já, smá pásur frá vinnu sem voru samt gerðu takmarka gagn og ég held að það sé gott innlegg inn í þessa umræðu streitu og það sem viðbröðin sem ég fengi eftir ég gáði bókina staðfesta það fyrir mér að það er ofboðslega mikið af fólki á Íslandi að glíma við vandamál vegna alltaf mikilvæg streitu og oft er þetta fólk sem er vel gefið og er búið að vera að gera frábæra hluti en er bara svo dómhart á sjálft sig og er með fullkominnar áráttu þannig að það getur gert gagn en samt takmarka gagn að fara bara heim og hvíla sig frá vinnuna því þú er komið með líkamsstarfsemi sem að við komum kannski betur inn á það á eftir þegar við verum að tala allir þessa hluti en þegar þú komið með líkamsstarfsemi sem er bara á fullkomnum yfirsnúningi þú fær heim í sófa og ætlar að slaka á líkaminn er ennþá yfirsnúningi þannig að það er takmarkað þannig að fyrir allavega manni eins og mig þá sé ég eftir á að get ég verið í góðum félagskap get ég farið í fjallgöngur það eru hlutirnir sem eru fyrsta skrefið svo ég slettir í coveríinu það að slaka á er bara miklu meira en að segja það þegar þú ert komin á svona mikið yfirsnúning fyrsta skrefið hjá mér var hins vegar bara mjög furðulegt og gerðist bara ég var búinn að fara til alls konar lækna búinn að gangi gegnum ég var búinn að leita líka óhefðbundina lækninga taka alls konar lyf svo í raun og veru er ég bara með foreldrar mínir gáðu mér í jólagjöf ferð til Japan þegar þau voru að fara og buðu mig með sér og ég ætlaði ekki að treysta mér alveg nánast fram á síðasta dag sko. ég held ég væri of veikur til að vera svona lengi í flugvél Já, bara líkamlega bara, ég var bara orðin það mikið hrúa En í hvað aðstæðum bara lífsins ertu þarna? Ertu vinnandi maður eða Já. Þegar þú bara treystir ekki eins og til að fara í flugferð hvernig var það bara dagurinn áður? Ég var að knýja mig í gegnum dagana en ég þurfti að taka veikindadaga en ég tók ekki marga mánuði eða eitthvað þannig, ég var byrjaður að ganga til sálfræðings, ég var alltaf að vonast þess að kæmi eitthvað út úr þessum læknisheimsóknum og hjartalínurutum og heilaskönnum og öllu þessu dóti en dagarnir á undan voru eiginlega bara þannig að þeir voru svona, venjulegir á yfirborðinu en ég var samt bara ég var aldrei eins og ég átti að mér að vera ekki einn dag í 10 mánuði svo er ég bara á öðrum degi í þessari ferð í labbitúr komin hinum einu hnöttin labbitúr út í náttúrunni þegar að bara allt í einu leið mér bara ógeðslega vel bara allt í einu fór bara í svakalega núvitund tók eftir öll í kringum mig heyrði hljóðin betur, sá litina skýrar og svolítið bara eins og allur veturinn og undan færi og það ástand varði mjög mikið bara út ferðina og þarna sá ég líka að því að það sem ég er mikið að tala um í þessari bók er samspil huga og líkama að þau eru komið með líkama sem er á algjörum yfirsnúningi og komin í áfalla viðbragð að þá í nærumhverfinu er oft svo margir hlutir sem að fara inn í gegnum heilan og fara svo beint í líkamann að það skiptum umhverfi auðvitað hjálpa líka ekki undir neinu álagi alveg nýtt umhverfi, alveg nýtt fólk, alveg ný menning, það getur gert furðulega hluti. Þannig að það er raun og veru að því svo kem ég heim og byrja aftur að vinna og þá kom alls konar einkenni aftur en þarna fekk ég von. Og það er svo mikilvægt, ef þú ert búin að vera lengi að ströggla og veist ekkert hvað er að þér, bara það að fá allt í hennu von, að koma einhverju dagar það sem er bara eðlur, að þá færðu trúna á að það sé hægt. Já, þú segir frá þessu í svona upphafi bókarinnar og síðan sko fylgir bara, þú veist, næstu 90% af bókinni er bara hluti sem þú ert búin að pröfa á eigin líkama og huga til þess að reyna að
bæta þig og ég var allan tíman að hugsa meðan ég var að lesa í gegnum þetta. Þú veist, hann fór í gegnum þetta allt augljóslega út að hann var að finna árangur eða leitast eftir árangri og það er eins gott að hann vissi að það var hægt að líða betur eins og þú fannst fyrir þarna í Japan sko, hvað það hlýtur að hafa gefið mikið bara það að upplifa, já, svona það er hægt að líða svona. Akkurat, og þá má ég raun og veru segja og ég ætla líka að byrja á bara að rósa þér því að mér finnst mjög gaman að vera koma í viðtal þar sem ég veit að spyrillin er búin að lesa bókina mína. Já. Það er mjög gaman. Af því það er mjög margt í þessari bók sem að fólk veit bara ekkert en þarna varði í raun og veru rosalega mikil breyting á mér og mínu hugafæri líka vegna þess að Í Japan? Já, vegna þess að háskólamaðurinn Sölvi, akademikerinn Sölvi sem skilur allt vísindalega, hann hefði hlegið að því að bara göngutúr út í náttúrun ekkert að fara að laga þetta sko. Skilur við, þannig að þarna verði ég í raun og veru, ég ræði ekki sjálfur en þarna í raun og veru opnast ég fyrir því bara já, það er fullt af hlutum sem ég skil ekki þannig að kannski á ég að prófa alls konar hluti sem mér finnast kjánalegir af því ég veit ekkert hvað er gera fyrir mig fyrir en ég prófa þá. Þannig að þarna í raun og veru fer ég frá því að vera svolítið svona forpókaður og skilja allt fyrirfram yfir í að átta mig á, það geta alls konar hluti gerst sem ég skil ekki. Já. Af því ég var búin að fara allan hringinn hjá læknunum þar sem ég held að lausnin að vera að finna, skilju. Hversu mikið varst að vonast til þess að einn daginn myndi einn læknirinn segja, heyrðu, þú ert bara með heiftalegt glútenóþol, þú verður bara að passa á glúteninu og þá er allt í góð. Sko, ég fekk alls konar þannig hluti. Er það? Já, ég fekk alls konar óþol, meldingatruflanir, athyglisbrestur, kvíði, en það er eiginlega ofboðslega vanþakklátt að segja það, sérstaklega því sko, bróðir minn dó þegar hann var 10 ára, þannig að mér finnst alveg sjúklega vanþakklátt að segja það að ég hafi leyft mér að fara í þá hugsun þegar ég fór í bara alvöru líkamstékk, að ég var næstu að vonast til þess að það væri eitthvað mjög alvarlegt að mér. Mér leið það illa. Þannig að já, þá er ég komið með skýringu sem veldur því að fólk getur allavega vorkennt mér og ég get allavega að sagða bara, ok, ég má vera að hrúga. Og það er rosalega skrítið að segja þetta eftir á, en ég veit marga sem að tengja við þennan stað og þetta er ekki góðu stað til að vera á. Bara mjög vondur. Þetta kannski tengist þeim í sem við talum í byrjun að vera bara ungu kallmaður og ef að vera orkumikill og ef að þið leiði ekki þannig þá hlýtur eitthvað að vera að. Já. Ok, og þarna frá þessum punkti þá byrjar það svona svolítið að leitast eftir ástandsbreytingu og trúir að hún sé til. Já. Og þú varst búin að fara á lyf líka, þú listaði niður ágættis lista af lyfjum sem að þú varst látið ná hérna í bókinni. Það er kosturinn við að gera þessa bók eftir allan enn áratug. Ég er oft búin að hugsa, heyrðu, ég veit að það er fullt af fólki að glíma við kvíða, ég veit að fullt af fólki að glíma við alls konar hluti, það stendur ekki á ennin á mér að ég hafi verið að glíma við þessa hluti, ég er búin að vera í sjónvarpinu og margir halda að ég sé með þetta og eitthvað skilur. Algjörlega, sko. Þannig ég hef oft hugsað, ég held ég geti hjálpa mörgum ef ég bara opna á þessa hluti á mér. En ég hef alltaf hugsað, ég verði að vera að koma með mikla fjarlægð frá því, til að geta sagt frá því eins og mér langar að segja frá því. Og það er kosturinn við að þá þegar ég segi frá sem svo núna, þá er ég ekki að hugsa, heyrðu, ég veit nú ekki alveg hvort ég leggi að segja frá þessu. Heldur er ég bara all in. Og þess vegna hugsaði með mér, heyrðu, ég ætla að opna það að ég hafi tekið geðlyf og bara setja listan yfir geðlyf sem ég hef tekið inn í bókina, að því það gerir mig ekkert að verri manni að hafa tekið þessi lyf. Og það líka hjálpar fólki að skilja. Við erum oft með, hvort sem það eru einhverja greiningar eða lyf eða eitthvað, við erum með hugmyndur að einhver sem með svona greiningu eða taki svona lyf sé einhvern veginn og ég held að hugmyndin sé ekki ég. Þannig að mér finnst frábært að fá að leggja lóð á þær vogaskólar og fólk getur glímt við alls konar hluti og þurft að taka alls konar pillur og gera alls konar. Það er ekkert endilega vist að sé varalegt. Hvernig var tilfinningin að fara fyrst á þunglyndislyf eða geðlyf eða hvað sem þessi lyf eru kölluð? Erfið, af því að og bak við hvert lyf er saga. Þetta er ekki eitthvað eins og að fara út í apótek og kaupa sér Magnil. Þetta er ákvörðun, af því þú ert svolítið, ég er búin að steina, þetta er geðlyf, skilur. Þannig að það er ákvörðun að byrja á þessu. Svo getur tekið langan tíma fyrir þetta að byrja virkin í líkamanum. Þegar það byrjar að virka, þá kannski virkar það ekki eins og það átt að virka, eða það er einhverju aukaverkanir. Þá þarf það að hætta, þá þarf það að trappa líkamann af þessu. Þannig að þetta er flókið og ég held að því að sko pabbi minn hefur starfað sem sálfræðingur í 40 ár
eða meira, 45 ár og Ok. ég þekki mjög marga góða sálfræðing og geðlækna, en ég ætla ekki að taka það fram, ég er ekki að gagnrýna heila starfstéttir, en ég held að þeir sem skrifa upp á þessi lyf myndu gera það öðruvísi ef þeir hefðu prófað að taka þau sjálfur. Þannig að mitt innlegg er lyf geta sannlega gert gagn, en við verðum að taka á öðrum hlutum á sama tíma. Hvernig var fyrsta læknisheimsóknin þar sem á baðst geðlyf? Var það ekki líka svolítið skref? Já, í raun og veru gerist þetta þegar ég er bara, sé að ég er ekki funkarandi í vinnu, ég fer upp á bráðamóttöku á slysadeildinni bara til að fara í blóðprufur, bara hvað er að mér. Og það er bara, þú ert með merki oföndun og allt mikla streitu og þetta er eitthvað sem hefur reynst fólki vel sem er með síþreitu og skrifað upp á 2 lyf. Og ég sá það ekki fyrir en eftir á að þetta eru í raun og veru kvíðalyf og þunglyndislyf. Þannig að það var fyrsta, það var ekki fyrir en eftir á ég fattaði. En svo fer ég að gera alls konar tilraunir með fyrst eitthvað fleiri lyf sem eiga að hjálpa manni þegar maður er í síþreytu ástandi og eitthvað svoleiðis. Og síðan þegar ég er komin langt inn í það að vera búin að vera í marga mánuði að vita ekkert hvað er að mér, þá er ég orðin svo kvíðin yfir því að þá þarf ég að fara að eiga við kvíða út af líkamlegu einkennunum og þá fer ég í raun og veru að prófa meiri lyf út af því og svo fæ ég athyglisbrestgreiningu, þá prófa ég að taka konserta og Ritalin og þú veist, lyf sem geta verið góðra gjalda verð tímabundið, en þú veist, þau virka vel fyrir mig tímabundið, en það var alltaf eitthvað samt, ég veit það ekki, þú veist, alltaf eitthvað já en aukaverkanir, maður finnur þegar þetta fer úr líkamannum, bara, þú veist, ákveðin óþægindi, sko. En heldur þetta hef ekki gefið þér smá svona kickstart, smá betri líðan til þess að... Klárlega, og það er einmitt það sem að því ég er með háskólapróf í sálfræði, þó ég sé ekki sálfræðingur, af því ég þyrfti að taka 2 ára mastersnám til þess að mega kalla mig sálfræðing, að þá er það einhvern veginn, ef ég væri að starfa sem sálfræðingur eða geðlæknir, þá held ég með við mína reynslu og allt það sem ég þekki, viðtöl sem ég teki og annað, að lyf geti klárlega gert gagn. Og ef ég tek bara sem dæmi einstakling sem er með kvíða, athyglisbrest, ef ég væri að fá til minn einstakling sem ég sæi að væri á mjög erfiðum stað, að þá gæti verið ákveðin lausn að skrifa upp á lyf fyrir hennan einstakling, en ég læt hann ekki hafa lyfin ábyrgðalaust. Ég segi, heyrðu, hér er lyfið og við erum ákveðna strategíu. Við ætlum að taka þetta lyf í, þú veist, allavega svona langan tíma og við ætlum að vera búin að láta skammtinn fara í hámark hér. Þá er þetta að fara að hjálpa boðefnakerfinu. Á sama tíma ert þú að vinna í öllum verkfærunum sem geta unnið á þessum hlutum líka. Þannig á ákveðnum tímapunkti viljum við að verkfæra búrið þitt, sé orðið það sterkt, þú ert farin að gera það góða hluti sjálfur, að við getum farið að minnka skammtinn. Og svo þegar þú hættir á lyfinu, þá áttu bara að vera komin í mjög gott stand. Af því það er fullt á öðrum hlutum sem þú getur gert, svo ég taki sem dæmi bara athyglisbrest. Getur verið að fólk þurfi tímabund á því að halda að taka lyfi athyglisbresti, en ert í símanum þangað til síðustu mínútuna áður en að fara að sofa. Það er eitur fyrir þá sem eru athyglisbrest. Er það að taka ábyrgð á þessu líka sjálfur? Flott, skilurðu, ef þú gerir alla þessa hluti samhliða lyfjameðferðinni, en ekki bara taka lyf og taka sér ekki ábyrgð á neinu öðru. Það er ekki alveg í lagi, sko. Og það er ekki alveg í lagi að fá þau skilaboð, því að þú hugsar aðeins, ef maður hugsar þetta aðeins lengra, þetta er ekki alltaf hvít, en ég segi, hvít lítil tabla sem fyrir hér inn, fyrir gegnum meltingakerfið og hún á að laga flóki lífstílsvandamál. Hún getur klárlega gert eitthvað gagn, en þetta er eitthvað sem er búið að taka kannski mörg ára að koma líkamannum í þetta ástand, þá þarf kannski líka að horfa á svolítið breiðari myndir að koma þér út úr því. Algjörlega. Ég er bara að hugsa sko hvað er regla margir sem að er að glíma við, og það sem kannski svona lýsir sig með þessa andlegu sjúkdóma, er að vera að glíma við eitthvað vandamál eða erfiði eða veikindi og bara hafa sig ekki í það að byrja að vinna í þeim að krafti. En hvort að svona lyf getur gefið þér smá stöppall. Algjörlega, ég vil taka það fram að sko hugmyndin mín með því að segja svona opinskátt frá þessu er líka að því þegar ég var að taka sér lyf og saði engum frá því, ég skammaðist mér svo mikið fyrir það. Ég vil að fólk geti tekið kvíðalyf eða lyfi athyglisbresti og borið höfuðið hátt, skilur. Já. Þetta er ekki til að skamma sér fyrir. Þannig ég teka fram að ég er ekki að segja að lyf geti ekki gert gagn. Bara alls ekki. Nei, það er alveg skýrt í bókinni. Ég taki sem dæmi mitt, bara eins og konserta eða lyfi athyglisbresti geta sannarlega að hjálpa fólki einmitt að fá þetta boost, skiluru, til þess að byrja að vinna í hinum hlutunum. Þannig að þú ert í raun og veru, lyf geta verið hluti af því að koma þér úr vítarhring yfir í annars konar hring þar sem að einn góður hlutur tekur við á öðrum
og þú ert smátt og smátt bara að koma þér í betra stand. Algjörlega. Þú talar um þessa litlu hvítu töflu, hvernig hún á að leysa úr lífstílsvandamálum. Það var náttúrulega svolítið forsenda fyrir því að þetta séu lífstílsvandamál, eða ekki? Algjörlega. Trúður því allan tíman að þetta væri lífstílsvandamál eða varst þú mögulega bara, herðu, það er eitthvað að hormónakerfinu í mér bara by default? Ég er í grunni alveg frá ég lítill strákur og hef ég alltaf haft tilhneigingu til að vera kvíðinn, sko. Þannig að ég fór í gegnum allan skalan að halda að ég væri með hitt og þetta og ég lýsi þeim mitt í bókinni kannski íktasta dæmi þegar ég fyrir að hitti Davíð Oddsson og mér er boðið í fljótlega eftir að ég hætti á Stöð 2 þá mér boðið upp í Seðlabanka og ég fer í hádegismat með Davíð Oddssoni og svo hringi síminn þegar ég er búin að sitja 10 mínútur með Davíð og það kemur kona inn eða símir hringir ekki fyrir ekki, það kemur kona inn og segir Davíð, þú verður að taka síman og það er símið þarna á veggnum. Davíð tekur síman og ég heyri þetta er eitthvað alvarlegt og þá er verið að tilkynna honum að Geir H. Haarde forsætisráðherra þá hafi greinst með krabbaminn og Davíð hafði líka verið með krabbaminn þannig að svo staðið aftur niður og við förum að tala um það er fregnir sem hann var að fá tala um, og honum er sagt hvernig krabbaminn Geir er með og hann fer að segja mér frá sínu krabbaminni og svo tölum við aðra hluti líka. Ég labba út og það fyrst það sem ég hugsa þegar ég kom út, ég hlýti að krabbaminn. Þannig að eftir það fór ég í krabbameinsrannsóknir. Það kom allt í góð út af því, eða? Já, sem betur fyrr. En hvar hefst þessi vegferð hjá þér? Þú er greinilega komin, þannig að sem munurinn á þér og mörgum öðrum blessunlega er að þú ákast að taka á þessu. Þú bara hafði greinilega vilja og styrk og trú á því að þú gætir breytt þessu. Hvar myndirðu segja að þessi vegferð hefist? Hún hefst þarna í Japan, á þess að ég ætli mér að hefja hana þar. Þar hefst hún vegna þess að þá fæ ég eftir von og trú og þá fæ ég opnast í fyrir fleiri möguleikum. Svo er ég samt ég fer frá Stöð 2 yfir á Skjá 1 þar sem ég gæti stjórna vinnutímanum mínu betur. Bara það eitt og sér hjálpaði mér mjög mikið. Þannig að fyrstu árin á eftir þá er ég svolítið að lagast bara út af því ég hef meiri stjórn á vinnunum minni og ég er duglegur að reyfa mig og svo er það í raun og veru 2013 þegar ég komin inn í annað vinnu tímabil þar sem ég finn bara, ég er á leiðinni í sama stand ef ég held áfram. Það sem og þetta er þegar ég er að gera næst síðustu seríuna mína á Málinu og Skjá 1 2013 já, næst síðust held ég og þá segi ég, nú verð ég að taka þetta dálítið fastari tökum og þá fer ég að prófa hugleiðslu, prófa jóga hella mér aðeins dýpri í næringu þannig að þá fer þetta á annað level þannig að það má segja síðustu 5,5 ár hafi ég í raun og veru þá hafi þessi vegferð verið komin á fullan kraft. Ok, og þegar þú talar um hugleiðslu og jóga og svona, var bara nóg fyrir þig að byrja að gera og sá strax ávinning eða? Tekur smá tíma, hugleiðslu er mjög lúmsk, ég held að flestir sem að stunda hugleiðslu reglulega geti tekið undir það að hún virkar einhvern veginn þannig að þú gerir þetta einu sinni eða tvisvar og þú finnur og eftir, já, mér líður frekar vel. Svo geta alveg komið einhver skipti þar sem þetta er bara erfitt og meðan á þessu stendur og þú skilur ekkert hvað þetta gera fyrir þig en ef þú gerir þetta kannski 10-15 dagir röð þá allt í henni er allt orðið 10% betra en þú tengir það ekki endilega við hugleðsluna það sem er ástæðan fyrir því að ég þekki ofboðslega fáa sem að komast í það góðan vana að þið gerir þetta á hverjum degi þar að þetta er svo lúmst ef ég tek brjálæðislega góða æfingu og mér líður vel á eftir þá fer það ekkert á milli mála það var æfingin sem gerði þetta en hugleðslan er svolítið þú kannski allt í hennu upplifir eitthvað núvitundar moment á miðjum degi og þú tengir það ekki við að það er aftur búin að vera hugleiða 10 dagar röð þannig að þetta er lúmst þannig að það tók mér dálítinn tíma en ég fór að finna fljótt bara jákvæða hluti og sama með jóga ég fann bara mjög fljótt jákvæða hluti því að því það er líka annað það er einhvern veginn ef maður byrjar að losa vefina og losa þessar stíplur í líkamanum þá byrjar maður líka að losa hlutina hérna uppi The issue is in the tissue eins og sagt er Og hvar fer það síðan hvenær ertu komin yfir í þessar svona aðeins viltari tilraunir eins og með kuldan og allt þetta? Ég geri myndinu fótboltalandsliðið byrja á henni 2014 þar sem ég fylgi fótboltalandsliðin eftir í 2 ár og þeir voru að spila útileik við Holland í Amsterdam og ég er nýbúin að sjá heimildamynd á Vice Wim Hof, ísmanninn þannig ég set mig í samband við hann og þetta er svona rétt áður en að verða súperstjarna þannig að það var bara ekkert mál að hitta hann og ég
hitt hann þarna á meðan ég með landsliðinu, þá hafði ég frían eftirmiddag og tek viðtal við hann sem birtist síðan á Íslandi og hann bara var með það mikinn samfæringakraft kallinn að hann bara leiðu við koma heim, þá byrjaði ég að prófa þetta. Svona cold exposure therapy. Já, bara fara í kuldupotana. En ég var skítrættu við það fyrst og algjör kuldaskræfa og dett ennþá í það, þetta svona kuldin einmitt svolítið lúmskur með það að það ekki nema bara að þú gerir þetta ekki í ákveðið marga daga, þá er bara orðin kuldaskræfa aftur, en maður býr samt alltaf að því að ég tók heilt ár þar sem ég nánast kældi á hverjum einasta degi. Heilt ár? Já, það var heill vetur þar sem ég fór ég var með skrifstofaðstöð út á Seltjarnarnesi og ég fór í kaldapottin og hverjum svona 4 morgna í viku og svo kalda sturtur þegar ég komst ekki í kaldapottin. Og hver eru ávinningarnir þarna? Fyrst og fremst fyrir mig huglægur. Bara svo ég sletti statementið að sérstaklega gerir þetta morgni vetur á Íslandi. Þetta að síðast það sem ég langar að gera. En að þú byrja daginn á stígin í kuldan, vera þarna þó þessi hríð úti í kaldapottinum, þá verður svolítið það sem eftirlifi dags auðvelt í samanburðinu. Þannig að það eitt og sér er klárlega mikill ávinningur og síðan bara hefur þetta gerir mann skýrar í hausnum að þetta dregur úr bólgum. Þannig að minnst þetta hafa góð áhrif á einmitt kvíða og athyglisbrest og síðan bara allt sem snýra líkamsstarfseminni. Lækka sýrustig, lækka bólgur eða draga bólgum og svo virðist margt benda til þetta auki testosterón og hafa góðar og hormónastarfsemina líka. Það eina sem ég þarf hins vegar að því ég er farin að þekkja líkamann á mér það vel að ég sé í raun og vera eftir á að ég er búin að vera að spýta allt og miklu kortisol í allt og mörg ár út af streitu og kuldin er náttúrulega áreiti þannig að kuldin keyrir upp streitu viðbragð líkamanns þannig að og það er það sem ég heyri ekki oft í umræðunum kulda ef ég er að tala íþróttafólk til dæmis ef að æfingarnar þeir eru mjög harkalegar og ónæmiskerfið er aðeins vikt eftir æfinguna þá er gott að bíða í svona hálftíma, klukkutíma eftir að maður kæli og eins ef ég hef sofið og lítið ef ég finn að kerfið mitt er svona eitthvað aðeins vikt fyrir og þá þarf ég að tempra kuldan og fara varlega í hann og ekki vera of lengi þannig að hann tekur sinn toll líka hann gerir það sko, þetta er náttúrulega bara ákveðið sjokkeffekt og þú keyrir upp streitu viðbragð sem er æðislegt af því þú veist af hverju það er að gerast þetta er ekki eins og þegar streitu viðbragð er að koma hjá okkur í bílnum bara út af einhverju stressi og þarna veit líka minn bara streitu viðbragð er út af því að ég tók ákvörðun að fara inn í það sjálfur og ég er að stjórna því með öndun þannig að það er það sem getur gefið þér rosalega mikið og einmitt, hann náttúrulega kendi mér ákveðna öndunaræfingar líka sem ég geri vel þegar ég fer í kuldan og þær líka geta keyrt upp adrenalín sem fyrir einhvern sem er að glíma við streiti eða kvíða er ekki gott en það er gott ef þú gerir það og stýrir því sjálfur. Já. Nú erum við komin svolítið inn á hormónapælingar, hvað var það kortisol og testosterón og þú fóst í þessa göngu sem nefndir áðan frá Portugal til Spánar. Þú fórst í blóðpröfu fyrir og eftir eða ekki og testosterónmagnið í líkamannum tvöfaldaðist. Það er bara svoleiðis. Hvað í ósköpunum er að gerast þarna? Þarna aftur segi ég bara fórstu okkur kúr? Gamli vísinda Sölvi akademíski Sölvi hefði sagt, þú veist, að margir af hlutunum sem ég er að gera sé bara þvæla en þú veist, ég var út í náttúrunni ég var að borða fæðu sem að ég veit að í þessari ferð borðaði ég talsvert mikið af villibráð og grasfóðruðu kjöti og mikið af gremmeti og þetta eru hlutir sem þú veist, þegar maður tekur sykur hefur slæm áhrif á testosterón og þannig að ég var að borða fæði í ferðinni sem ég vissi að væri svona til þess fallið að hjálpa þessu en ég var samt ekkert að rembast við að reyna að ná þessum niðurstöðum, þetta bara gerðist en síðan eru hlutir eins og ég var að hoppa í köld vatn ég var að labba berfættur ég var út í náttúrunni og þetta eru bara hlutir sem hjálpa líkamannum á mann að komast í eðlilegt stand ég var í dálítið streitu áður en ég fór út þegar ég tók fyrri blóðpröfuna þannig að það var gott fyrir mig að sjá bara ok, þetta er líka það sem gerist þegar að ég fer inn í parasympatíska kerfið meira við erum með þessi 2 kerfi, sympatíska kerfið, parasympatíska kerfið
sympatíska kerfið svolítið fight or flight, við erum flest allt og mikið í því. Parasympatíska kerfið rest and digest, þar sem maður í raun og veru þú veist, nær dýpri öndun, betra blóðflæði, það hefur líka góð áhrif á, þú veist, ég sem kallmaður finn það, ef ég að ná að slaka mjög vel á, sef vel og djúpt, að þá dýfkar alltaf inn á röddin. Skilurðu? Jú, og ef ég borða mjög mikið af góðum og hollum fitum, hormónur, uppbyggingarefni hormónur fitur, skilurðu, að þá ég er farin að þekkja minn eigin líkam og mitt eigin kerfi það vel, að þá finn ég bara þú veist, enda eru rannsóknir að sýna hlutir eins og föstur og svona takmarka kolvetnaneyslu, þetta hefur áhrif á vaxtarhormón og testosterón, það er bara mjög, þú veist, það er auðvitað og það er annað sem að fer svolítið eftir töðunum þegar fólk talar að búið að sanna eitthvað vísindi gangi út á að afsanna, þannig að mér langar að koma því á framfæra því ég heyri þetta svo oft, þannig að ég segi oft það er margt sem bendir til, skilur það, því maður finnur yfirleitt rannsóknir í báðar áttir mjög oft, en það er mjög mikið af rannsóknum sem eru núna eru menn eins og þetta með intermittent fasturnar og allt þetta sem bendir bara til þetta hafi ofboðslega góður og hormóna starfsemi. Já, og þú hefur pröfað þetta allt. Já. Hvað finnst þér vera svona út af það er svolítið hræðandi hugsun að maður allir loksins að taka helgina. Eitt sem ég verða að bæta við. Já. Hold your thought. Já. Ekki gleyma spurningunni. Kortisol og testosterón er oft að vinna ekki línulega, en það er oft fylgni á milli ef þú nærð að lækka kortisolið þitt, hækka testosterónu. Þá kem ég aftur að því að ef ég gerir hlutina sem lækka hjá með kortisolið, þá er talsveit líklegt að testosterónu fyrir upp. Já, og líka störli starrend varandi kortisol og testosterón, og ef það er einhver læknir að hlusta og heldur að þetta sé rangt eða veit að þetta er rangt, þá getur hann bara að byrja með þessi degi podcast og leiðir þetta, en það er sem sagt að kortisol hefur anabólisk áhrif á fitu og katabólisk áhrif á vöðva, meðan testosterón hefur anabólisk áhrif á vöðva og katabólisk áhrif á fitu. Einmitt. Og tökum það fram í öllu þessu sem ég er að tala og ég teka fram í bókinu margoft. Ég er ekki að reyna að vera læknir. En ég held að ég hef oft prófað hluti sem læknar hafa ekki prófað. Já. Þannig ég get allavega að tala út frá reynslu. Já, og þú tekur náttúrulega fram líka það sem er, það er líka oft með svona orð og pælingar að fólk býtir svolítið í sig kortisol, já ok, það er slemt. Eða þú veist, kólesteról, já það er slemt. Þetta er allt hlutir sem eru lífsnauðsynlegir. Já, algjörlega, líkaminn væri ekki að framleiða eitthvað sem væri bara, hann er ekki að framleiða eitur, en hann getur framleiða þetta kannski í vitlausu magni. Og þar kemur það svona svipari pælingu með að fólk sem finnur sig í þessu ástandi ákveður að taka sér helgina af, viku af mögulega og lendir sér í því sem þú ert að tala um að það leggst upp í sófa og það getur ekki slakað á og það er fast í einhverju fight or flight móti og er í rauninni bara að vinna gegn sér þó svo það heldur að það sé loksins að taka tíma til þess að slaka á. Það hljómar svolítið svo bara að ákveði vonleysi sem fylgir þessu. Hvað gerir maður? Hvernig getur fólk út frá minni reynslu, ég þekki þetta mjög vel. Ég þekki þetta mjög vel að bara vera bara í einhverju afslöpun með líkama á yfirsnúningi. Erfitt. Þannig að ef ég væri að ráðleggja fólki og ég vonandi mér langar núna að fara að vinna við efnið í þessari bók, þannig ég vonandi fæ tækifæri að vinna með fólki. Ef ég væri að ráðleggja einstaklingi sem að ég sé er svolítið svona, þetta er high performer, þetta er einhver sem er að reka sitt eigi fyrirtæki, er vanur að hafa brjálæðislega mikið fyrir stafni, atvinnu íþróttamaður eitthvað. Atvinnu íþróttamaður reyndar kunni þetta mjög oft, en það er kannski aðalega fólk sem er í fyrirtækjarekstri og skilur að það er einhver sem kann ekkert annað en að hafa brjálæðislega mikið fyrir stafni. Og þessi einstaklingu finnur bara, ég er komin á þann stað að ég bara hræddur að taka rangar ákvarðanir, ég er komin í bara á algjöran yfirsnúning. Ráðleggingarnar sem að myndu oft fá svona úr hefðbundnum áttum væri þú að slaka á. Ég sé svona einstaklingu segir að þessi einstaklingur er bara ekkert vanur í að slaka á og það er bara mjög líklegt, hann kunnið ekkert. Þannig að ef við verðum að horfa á, ef þú ert undir ómiklu álagi, þá ertu með tvær leiðir til þess að vinna á því. Það er annarkvort að draga úr álaginu eða auka endurheimtina eða hvoru tveggja. Þannig ég myndi alltaf byrja á endurheimtinni. Getur þú byrjað að hugsa hvar þegar ég er ekki undir álagi get ég byrjað að ná endurheimt. Tími með börnunum mínum, tími með fjölskyldunni, litli göngutúrar, sleppa símanum aðeins áður en ég fer að sofa. Skilur, það er hægt að, þú getur alveg verið undir býsna miklu álagi í fínu standi. Og ég held að oft verði fólk að byrja á þeim enda sem, ok, ég ætla að fara í sumarbústaðaferð. Kannski frábært þurfum að hugsa, get ég farið í
flottan 2 tíma göngutúr áður en ég leggst upp í sófa þá fer ég upp í sófan eftir að hafa notað líkamann, eftir að hafa fengið ferskt loft, eftir að hafa verið út í náttúrunni miklu auðveldara að slaka á skilur við, og fyrir mig er bara oft mjög erfitt að hugleiða ef ég ætla bara að koma beint úr löngum vinnudegi og setjast niður og hugleiða, það er bara töff og ég hef mjög mikið ég tengi mjög mikið við ákveðina bara einstaklingar sem ég hef lesið efni eftir að segja, bara þú verður að byrja að losa ruslið úr hausnum áður en að hugleiðir, sem er þá bara einmitt mikil líkamlegt erfið er rosa gott áður en þú hugleiðir, skilur við. Þá er auðveldara fyrir að setja kjur, það er auðveldara fyrir að slaka á að þú ert búin að fá eitthvað skonar útrás. Er það líka kannski það sem skrifaður varandi að skrifa eitthvað niður? Já, það getur verið annað form af útrás að skrifa niður, en eitt form af útrás sem ég nota mikið er bara öndunaræfingar, bara kraftöndunaræfingar sem að mér finnst að vera eins og smá shortcut inn í hugleiðslu. Já. Þú veist, bara einhvern veginn, þú veist, oft þarf ég að gera eitthvað aktíft áður en ég get hugleitt eða slaka á. Þannig virka ég veit ekki hvernig aðrir eru, en ég á bara mjög erfitt með að fara beint úr streiti að slaka á. Já. Það fyrir mig meikar einhvern veginn ekki alveg sens. En núna þegar fólk heyrir þetta, þá hugsar, veist, ok, alltaf, hvað ef ég er með einhver streitumerki eða ég byrjar að finna fyrir kulnun í starfi og kortisólið er örugglega bara á blastinu hjá mér og ekki testistörun eftir. Myndir þá bara mæla með, eins og þú segir, reyna að auka endurheimtina í formið þess að vera aktífur en þá við hluti sem að hvað hjálpa þér að slaka á þá? Það hafa verið gerðar risastóra rannsóknir á eldra fólki sem sýna það að félagsleg tengsl eru ein stærsta breytan í því að manni líði betur á allan hátt. Þannig að það er fólk sem er með sömu líkamlegu einkenni, það er kannski með einhver stóðkerfisvandamál, einstaklingur sem að segist vera með mjög góð félagsleg tengsl og einstaklingur sem segist vera með mjög léleg félagsleg tengsl, þeir eru með sama stóðkerfisvandamálið, einstaklingur með góðu félagsleg tengslin upplifi miklu minni verki. Það er það sama að gerast í líkamanum hjá honum. Hann er vel félagslega tengdur, þannig að þar er mikil endurheimt. Eða þú ert að eyða tíma með góðu fólki sem að lætur þið líða vel og þið finnst þú geta slaka á í kringum, það er atriði, við erum hönnuð fyrir að vera í, þú veist, træpum í nútíma samfélagi erum við mjög mikið jafnvel innan fólk, ein á bak við skjá þetta er eitt hlutur sem að ef ég ætti að taka eitthvað eitt sem að ég hef fundið hver mest áhrif á eigin skinni af því sem ég hef gert, þá er það að hvíla síman fyrsta hálftíman eftir ég vakna og síðasta hálftíman áður en ég fer að sofa. Já, það er frábær vani. Sko. Þú gerðir alveg róttakar breytingar, eða þú pröfaði allan áfram. Já, pröfaði einmitt, til þess að geta talað það, svo fór ég aftur í tómadellu. Getur þið satt mér að svoðu, ég held að sé mjög margir sem vita að skaðsemi snjallsímans, finna það samt ekki, sko, eins og að tala með æfinguna og finnur svo oft eftir hana hvað þið líður ótrúlega vel, en með síman þá held ég að þetta sé meira svona langtíma að hafa skelfileg áhrif á þig, sko, og það er að koma gögnum þunglindi og kvíða hjá börnum sem að komast á social media á úlingsárunum, en þú pröfaðir að breyta þessu hjá þér, að minnka símanótkunna. Hvað fannstu? Það er alveg ástæða fyrir því að ég þekki góða mann sem er mitt, eiginlega einu maður sem ég þekki sem ég veit að hugleiðar á hverjum degi og það er staður þar sem að fólk hittist þess að hugleiða, það sem er yfirleitt svona 5-10 og ég fór að hugleiða með hann fyrstu skiptir sem ég var að hugleiða og svo mætti ég ekkert í svona tíma og svo rekst ég á hann á förnum vegi og hann segi við mig, ég segi við hann, ég er alltaf á leiðin aftur og þá sagði blessaður, ekkert verið að drífa þig. Ef allir sem eru á leiðin í hugleiðslunni hjá okkur myndum mæta, þá myndum við þurfa að löga þetta svolítið undir þetta. Já, og þar kemur þessum hlutum sem er einhvern veginn eins og með síman, það er ástæða fyrir því að ég þarf að draga úr þessu en ég geri það ekki, það er bara vegna þess að þetta er erfitt það er erfitt að hugleiða á hverjum degi og það er rosalega erfitt af því þetta er fíkn sko, ég geng svo langt að segja að þetta er stærsta fíkn samtímans, distraction addiction truflfíkn við erum öll í fíkni ástandi en það, þú veist, það er hægt að fungera þó maður sé í ákveðinu fíkni ástandi en ástæðan fyrir því að mér finnst ég geta sagt þetta er að ég fer í þessa göngu og ég skildi snjallsímann eftir heima. Þessa sömu göngu, Portugal, Spáni. Já. Og fyrstu 3-4 dagana, ég veit ekki, ég hef ekki prófað fíkniefni nema leyfða fíkniefni áfengi, en allavega ætlum ekki að fara í þær umræður hér. En ég veit ekki hvernig það er að vera í frákurum frá fíkniefnum. En
mér leið eins og ég væri eins og ég segi, ég veit ekki hvernig það er að vera fíknefn en mér leið eins og ég væri í massífum frákvörfum fyrstu dagana. Eyrðarleysið, hvert einasta skipti sem ég hafði eitthvað dauða stund og öll skiptin sem ég greip síman og vasanum og fatti þetta er bara Nokia 3310 það er bara Snake og SMS skilur þannig að aftur fyrstu dagana þurfti ég bara svolítið að sita með frákvörfunum en svo ég held að sé ekki tilviljun ég hafi fengið hugmyndina þessari bók á þessari ferð á leiðinni heim í flugvélinni er ég búin að vera þarna í 12 daga án snjallsíma einn að labba út í náttúrunni kynntist reyndar síðan fullt af fólki ég er í kvöldflugi á leiðinni heim í 3 klukkutíma og ég er að lesa bók frá því flugvélinn fer af stað og þangað til hún lendir með svo mikla athygli og ég var að horfa á fólki í kringum með annarkvort sofandi eða í snjalltækjanum og þarna leið mér eins og ég hefði fengið heila minn svolítið tilbaka. Ég sagði bara ég hef ekki fundið svona mikla einbeitingu á svona auðveldan hátt í mörg ár. Svo er ég að fara á kveikmyndahátíð með bíómyndina mína nokkrum mánuður síðar til Bandaríkin og þar virkaði ekki Nokia síminn. Þannig að það byrjaði aftur vegferðin mín með snjallsímum. En vaninn sem satt eftir og ég ætla ekki að ljúga þannig að ég klúður honum stundum. Ég er búin að vera klúður honum núna bara síðkast þegar búið að vera mikið í gangi og svona. En það er alltaf lagi, ef maður veit af því. Þú sér mig ekki tvöfalt núna? Nei, okay. Ég bara sé það eins og það. Það er satt stopp. Ekki? Fyrsti hálftíminn á mótnana, síðasti hálftíminn að hann vera svo. Ég náði alveg mjög löngu tímabili þar sem að ég hef haldið það í heiðri og það gerir rosalega mikið fyrir mann. Bara, og sérstaklega mikið búið að tala um kvöldin út af bara svefninum sem er hárrétt. En mótnarnir, það hvernig ég fer inn í daginn minn, það að ég segi, ég ætla ekki að taka við áritum frá umheiminum í gegnum skjá fyrir en ég er svolítið búin að byrja daginn minn. Ég veit ekki hvernig annað fólk er en ég er oft bara fíbl þegar ég vakna. Ég þarf bara nokkra mínútur til þess að komast inn í daginn. Já, fara í smá þakklæti, hella mér upp á góðan kaffibolla, ná aðeins bara svona, já, nú er ég til í það. Þá er gott að fá tölvupóst eða eitthvað, það er ekkert mál. Versus það að maður sé upp í rúmi, ég þarf að gera þetta eða gera hitt. Þetta er bara, getur vel verið þetta virki fyrir ykkur og aftur, allt það sem ég er að reyna að segja bara, getur vel verið að annað fólk, allt öðruvísi en ég og það er bara frábært. En fyrir eitthvað sem hefur tilhneigingu til kvíða og athyglisbress og svona, þá er þetta held ég stærsta einstaka atriðið til að laga. Já, ég með snjallsímanótkununa með að rifjaðast upp fyrir mér daginn. Ég fór í útskriftaferð með verslunarskólanum árið 2014 og ég man eftir því, það algjörlega óvart, það var sími minn bara á náttborðinu ósnertur í 2 vikur á einni hleðslu, fattar þú, ég þurfti aldrei að hlaða hann og ég var aldrei að nota hann og ég held að það hafi bara verið umhverfið sem maður var í, maður var bara komin til útlanda á einhverju hóteli, það var sundlaug niðri, þú varst með alla bestu viniðina hjá þér, það var bara engin ástæða til þess að kíkja hvað einhver annar var að gera og það ég var bara í besta pakka sem ég gæti mögulega ímynda mér. Akkurat. Og þessi svona tribalismi sem varst að tala veistu hvaða bók, ég hef ekki lesið hana en ég er smá obsessed yfir henni, þannig ég þarf greinlega að taka hana. Ég held hún heiti bara Tribe eftir Sebastian Junger. Ég hef heyrt hana, ég hef eftir að lesa hana. Já, hann með talar ég held að kveikjan af bókinu var hermenn sem koma heim úr stríði og sakna þess. Einmitt. Þeir koma heim og auðvitað þeir eru komin úr lífshættu og þurfa ekki að sjá vini sína deyja eða eiga í hættu með að særast eða deyja sjálfur, en þeir sakna stríðsins og þeir sakna heildarinnar og svona bara þessa tribalisma sem þú lifir svo ótrúlega skýrt í svona hættulegum aðstæðum. Og ég held að þetta sé það sem að margir finna bara eins og eitt er að hreyfa sig en það sem ég sé eins og inn í mjölni, inn í crossfit-stöðunum þetta eru samfélag. Já, algjörlega. Það er alveg stór hluti af þessu. Algjörlega. Jú, ég fæ ávinningar hreyfingunni en það gefur fólki líka rosalega mikið að tilheyra allt í hennu og ég er já, þetta er træpið mitt svolítið, skilur. Og það er svo mikið af fólki í nútímanum, sérstaklega einhleipa fólki sem bara finnst að hvergi tilheyra. Við erum hönnuð fyrir það að vera, og ég sé þetta oft þegar ég kem í svona minna þróuðu samfélaga því nú hefur ferðast mikið, þar sem að plássið er bara minna og fólk er bara í samneiti við annað fólk allan daginn. Og ég hugsa oft, er þetta stærsta ástæðan fyrir því að fólk virka frekar hamingjusamt þó það eigi ekki mikið? Af því ég hef upplifað svo löng tímabil þar sem ég var bara einangraður. Einmitt út af því ég var að glíma með einhverja hlut og þorði ekki að segja frá því og þá var erfiðar að fara í félagslegar aðstæður, þetta verður bara einhverju vítaring. Þannig að ég held að þarna sé þetta er eitthvað sem ég þurfti að hugsa og það
ég var seinna að fatta þetta hvað félagslegi þátturinn já, bara þetta einhvern veginn bara að vera sem allra mest í félagslegum aðstæðum innan uppbyggjandi fólk, skilur það hefur bara bein áhrif á líkamann á manni. Já, mér finnst allir segja þetta með crossfitið eða einmitt líka eins og nefndi Mjölni sko, að bara að vera hluti af þessu. Já, ég verða að nefna líka Primal Gym sem ég er búin að vera að fara í það sem eru með Movement Improvement. Það er frábært samfélag. Hvað er það? Það er vefjalósun. Það sem einmitt er í raun og veru verið að kenna fólki að hreyfa sig upp og nýtt. Ok, er það eitthvað svona... Svolítið Ídoportal pælingin. Þú ert í raun og veru að útrýma veikleikum, þannig að útrýma verkjum, og það hefur verið frábært fyrir mig og ég bara varða að misnota þess aðstöðu mín og auglýsa það góða starf sem þeir eru að vinna þar sko, því það hefur gert mjög mikið fyrir mig. Eftir að hafa verið í jóga og þá tók ég svolítið svona það upp á næsta level að eftir ákveðin aldur fyrir það að vera svo mikilvægt líka. Hreyfing er ekki bara hreyfing, það er líka einhvern veginn að losum vefin og vera liður og allt þetta sko. Þú varst að segja frá heimildamyndinum íslenska landsliðið, Jökullinn logar. Frábær mynd og bara til hamingju með hana og svo hann hafi komið út fyrir 2 eða 3 árum. Hvernig þú náðir að vera helviti duglegur á meða við lýsingarnar á ástandin á þér og reyndar þarna það ortu kannski komin í aðeins betra stand. Já, þarna er ég komin í miklu betra stand. En þú veist, eins og þú talar um þarna að vera augljóslega með einhver einkenni og vita að það er eitthvað að, þú ert ekki að fungera eins og ættir að fungera, en vera samt á leiðinni til Hollands að taka heimildamynd. Þannig er ég komin samt á svolítið annan stað. Það er svolítið, ég var að tala um áðan 2013, svona frá 2013 hefur þetta verið 2 skref áfram, 1 aftur, 2 áfram, 1 aftur og stundum 3 eða 4 áfram. Þannig að þú ert alveg komin upp á það. Já, þú veist, ég díla við alls konar einkenni eins og allir í dag, skilur en þannig er ég komin í miklu, miklu betra stand. Alveg klárlega sko. Og áttu því bara öllu þessu sem við erum að tala um að þakka? Já, ég held það. Maður sér oft ekki framfæriðnar sjálfur fyrir að maður horfir tilbaka og ég hugsa einhvern veginn bara, þú veist, ég var 40 í desember. Þú veist, kom með nokkrar hrukkur inn á ennið og ég, þú veist, með aðeins eldra stóðkerfi og eitthvað svoleiðis, en þú veist, mér finnst ég vera liður heldur en þegar ég var 25, mér finnst ég vera hraustar heldur en þegar ég var 25, mér finnst ég vera lausari við að hugsa álit annara, mér finnst ég vera frjálsari, hugrakari, meira tilbúin að þóra hluti. Þá er spurningin, er ég ekki á einhvern nátt bara yngri en ég var? Skilurðu? Algjörlega. Ég er með einhverja tölu og ég sætti mig við það, ég er með líkamskerfi sem svona, það er hægt að vinna gegn öldrun á ákveðin átt, en þú veist, það samt mun alltaf, þú veist, aldurinn kemur alltaf fram einhvern veginn, en það er ekki fyrir, þú veist, þegar ég var 40 í desember, þá horfði ég aðeins tilbaka og hugsa bara, já, það er býsna margt gott búið að vera í gangi hérna. Ég hugsa 25 ára strákin sem hafði verið að spila fótbolta og eitthvað og ég, þú veist, rétt gat teygt mig niður í sköflungan á mér og meðan að núna get ég verið með beina fætur og farið sko nánast með olbúanan í jörðina ef ég er orðin heitur sko, eða ég segi það kannski ekki alveg, en svona næst, skilur að þá er þessi spurning, þú veist, það er alveg hægt að vera orðin gamall þó maður sé ungur og það er líka hægt að gera hlutir sem færa mann í hina áttina. En ég meina þetta náttúrulega fyrst og fremst hér sko. Þetta ferli hefur náttúrulega, þú veist, ég meina þú ert líka bara búin að fá lengri tíma til þess að átta sig á þessu og átta þig á þessu og brenna þig á ýmislegu og það er náttúrulega það sem þetta tímabil hefur snúist síðustu árin að pröfa þetta á eigin skinni. Já, og það er svona vona ég geti spara fólki tíma með því að lesa þessa bók, skilur því, þú veist, þetta er bara, ég ætla að skrifa bókina sem ég hefði viljað fá þegar ég var í steik. Þannig að þú veist, í þessari bók það er ekki mikið búið að komast á framfærin. Í þessari bók þú veist, það er kafli kuldaþerapíu, öndunaræfingar, hugleiðslu, föstur, morgunrútínu, næringu, hreyfingu, svefn, heilastarfsemi og þetta þó ég segi sjálfu frá ekkert byggt á neitt lítilli vinnu. Þetta er bara, þú veist, ég er búin að ferðast út allan heim, ég er búin að fara á námskeið, ég er búin að taka viðtöl, ég er búin að prófa 1.000.000 hluta sjálfum mér, ég er búin að lesa örugglega yfir 100 bækur heilsu, út og inn, horfa á heimildamindir, hlusta á podcast, þannig að þetta bara mjög miklar upplýsingar og ég hugsaði, mér langar að skrifa bók fyrir einhvern sem við nennum fæst að lesa mikið núna, les sjaldan, þannig að ég í raun og veru að reyna að byggja þetta þannig upp, tökum bara dæmi kaflum kulda, að þá er aðalatriðið hjá mér
hvað gerir þetta fyrir mig og hvernig get ég byrjað ef ég ætla að byrja á morgun. Svo ég bara með tillögur að frekara lesefni og bókum ef þið langar að kynna þér þetta meira, skilur við. En hugmyndi mín var bara, og það er svona gleðst ég mest núna þegar ég byrjaði að fá, og ég er búin að fá ofbóðslega mikið viðbröð við þessum viðtölum og þessari bók, en ég gleðst sérstaklega núna þegar ég er að fá viðbröð frá fólki sem er búið að lesa bókina og byrja að gera hlutina. Þá verð ég glaður, af því þá segi ég yes, bara, jafnvel þú gerir eitthvað og þið finnst þetta algjört della, þá þarf ekki að gera það aftur, svo prófar eitthvað annað, svo finnur eitthvað sem þú fílar. Og þá er óhjákvæmilegt að þú munir finna einhverja hluti sem munir bæta daginn hjá þér. Af öllum þessum hlutum sem að þú telur upp í bókinni, hvað varst þú að gera rangt? Hvernig vannstu þig í þessa röngu átt að bara fullkomlega gallaðri starfsemi líkamanns og heilans? Frábær spurning. Byrja á næringunni. Ég var með hugmyndir hvað verið hollur matur, þá var ég fyrst og fremst að horfa á prótein, kolvetni, fitur og hitaeiningar. Ekki of mikið hitaeiningum eða mátulegt magna hitaeiningum ef ég ætla ekki að fitna, mikið af próteinum, ákveðið magna kolvetnum, skiptir eiginlega ekkert það miklu máli hvernig kolvetnum, lítið af fitum. Ekkert að pæla í hvaðan koma þessar hitaeiningar, hvaðan prótein er ekki bara prótein, kolvetni er ekki bara kolvetni, fit er ekki bara fita. Þannig að það er mjög bara hugmynd eftir að hafa verið að því ég var freka bústinn sem unglingur og svona, þannig að þegar ég byrjaði að reyfa mig og léttast og fór að fá eitthvað feedback frá fólki og mér litið vel út, þá var það alltaf svona bak við eyrað, ég má ekki fitna. Þannig að ég hef örugglega á tímabili verið svona, ekki með átröskun, en svona ég var nójaður þessa hluti. Núna bara eitthvað, þú veist, hitaeiningar, ég hugsa ekki það, sko. Ég er búin að borða örugglega 70 grama smjöri í morgun. Kaffi? Já, en svo reyndar einmitt að því ég er búin að vera á fullu núna í 2-3 vikur út af þessari bók, að þá er ég að gefa mér smá svona leverage, þannig að ég fekk mér eina sneið að ristuðu súrdeigsbrauð í morgun og smurði hana alveg mjög vel með smjöri, af því að það er annað sem að ég svona, þannig að svo ég held á næringin, þá er ég búin að keyra upp magn af fitum í fæðinu minni, hollum fitum, bæði mettuðum og ómettuðum. Avokado, ólífólía, avokado, ólífólía, hnetur þá aðalega bestu hneturnar upp á fitur, þú veist eins og makadamíuhnetur og brasilíuhnetur. Já, ferðir það í bókinu, svolítið skemmtilegt, þú veist að tala bara eins og með testosterónaukningu og hvað veist, eins og þetta frá brasilíuhnetur. Það eru einstaklingar sem að ég lít upp til og hef hort á eða hlustað á sem hafa gert tilraunir á sjálfur sem með selenium, sem er efni sem er gott fyrir testosterón, sem er það er mjög miklu magni í brasilíuhnetum, sko. Þannig að Tim Ferriss sem að margir sem að er að hlusta á núna þekkja örugglega, hann hefur gert tilraunir á sjálfur sér, fyrir og eftir borðað 3 brasilíuhnetur á morgnan og kvöldin og bara eikur testosterón. 3 brasilíuhnetur. Þannig að það er mikið og svo náttúrulega, þú veist, þetta er viðkvæm umræða, því ég skil það mjög vel að fólk sé vegan eða vegetarian út frá siðferðisástæðum. Ég hef gert þætti aðbúnað dýra í matvæliðina, því ég skil það mjög vel. Hins vegar hef ég bara komist að þeirri niðurstöðu að ákveðið magn af dýraafurðum, hollum dýraafurðum sé góð fæða. Þá er ég að segja að ég skil siðferðilega hlutan. Þannig að ef það er einhverjir sem er að hlusta eða horfa sem eru vegan eða vegetarian, þá tekið það fram að ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem er á þannig fæði. En út frá bara öllu því sem ég hef skoðað, þá er, villibráð, grasfóðrað kjöt sem er alveg upp í góðar aðstæður, þá er bara rosa mikið af næringarefnum og næringarefnin verða eftir í fitunni. Þannig að fita úr slíkum dýrum gefur þið mjög mikla næringu. Prótein þá aftur, það er hægt að fá fín prótein úr jurtaríkinu, hnetur og fleira, og síðan ef það eru dýraafurðir, þá er það svolítið hvaðan kom dýrið, hvernig dýrið er þetta. Þetta er ekki allt eins, þetta er ekki allt bara prótein. Kolvetni, þá er náttúrulega bara svona grundvallarreglan, bara er mikið að trefjum og er þetta að keyra insúlíni sem minnst upp, þá er það mjög líklega góð kolvetni. Og hitaeiningar fyrir mér er bara della, sko. Ég hef prófað á sjálfum mér að hella í mig fitum og grennast. Ég þurfti að prófa það til þess að trúa því að þetta geti verið svona. Af því bara insúlíni mitt var ekki að vinna mikið og ég var á mjög bara lágri í kolvetnum.
þá skipta hitaeiningarna bara hér lengum máli. Fórstu að reguleita eitthvað insulínið hjá þér? Já, þú veist, það veikleiki hjá mér, ég dett í, þú veist, mér finnst margt gott sem með kolvetnum í, en ég hef tekið löng tímabil þar sem ég hef haldið því í lágmarki og ég í raun og veru ef ég fer yfir venjulegan dag hjá mér núna eða fyrir 5 árum, þá ég búin að gera ákveðna breytingar á daglegum venjum sem draga mjög mikið úr insúlinsveiflum, sérstaklega fyrirpartin. Og þá kem ég eftir að þessu. Ég fyrir x mörgum árum með næringu hélt bara kolvetni eitthvað sem að borðar á morgnana, ekki á kvöldin. Það eiginlega alveg öfugt hjá mig núna. Af því ég hugsaði þannig að ég hef átt við svefnvandamál að stríða með því að fylla á glýkógenbyrðirnar með kvöldmatnum, þá faraði komin slökunrar sem hjálpaði með svefnin, skilurðu. En þá reyni ég að hafa kolvetnaglugga minn seinnipartin, sko. En ekki fyrirpartin, ekki með morgumannum. Hreyfing, þetta var fyrsta, það var næring. Hreyfing, ég var með hugmyndun að hreyfing snýrist að líta vel út, fyrst og fremst, og kannski geta hlaupið eitthvað. Núna ég fyrst og fremst með þessa hugsun, ég frjáls í mínum eigin líkama, hvað get ég gert í þessu hylki sem ég stattur í hérna. Þannig að ég hef verið með aðeins meiri vöðvamassa á einhverjum tímapölum þegar ég var að lyfta sem mest, en þá var ég rosalega stífur. Ég hef örugglega einhvern tímann hlaupið meira og kannski, en ég líður eins og ég sé í miklu betra alhliða forma því ég fer að horfa á og æfingar hjá mér eru farnar að vera svo mikið bara fögnuð, sko. Þetta bara besti partur dagsins og ef ég stundum fer ég einmitt inn í Mjölni eða inn í Primal eða einhvers staðar sem ég tek tíma eða fer í jógatíma eða eitthvað svoleiðis. Ef ég fer sjálfur í ræktina þá ég í raun og veru með eitthvað svona klukkutíma rútínu sem bara eins og svona eitthvað dans þar sem ég mixa inn bestu teygjuæfingum sem ég kann. Ég hlusta á bara hvaða hluta líkamanum mér ferskur núna, þá keyri ég svolítið styrtar hlutan á það. Ef það baki þá bara ég dálítið mikið að toga og svo setja ég ákveðið kardió inn í þetta líka. Ég mikið einhvern veginn að horfa í það að jafn mikið og ég tala með það í bókina að svona high intensity training skila frábærum árangri. Þá fyrir, og það gildir náttúrulega önnur lögmál atvinnu íþróttamenn, en fyrir flest venjulegt fólk þá gildir það að hafðu high intensity training ekki of oft, af því það kallar á mikið recovery. Þannig að ég hreyfi mig mjög mikið þannig, ég ekki að fara með púlsinn yfir ákveðna tölu, en til ég lapp út af æfingunni þá ég ennþá ferskur. Ég búin að fá bara svona ákveðin tónik áhrif að því að ég mæti ferskar aftur í vinnuna og ég get bara farað reitt með aftur eftir 10 tíma, ekkert mál. Þannig að þessi hugmynd líka bara maður verður að reyfa sig svona oft, það fyrir bara eftir hvernig þú ert að reyfa þig. Þannig að ef að reyfingin er orðin bara gleði og gaman og þú skilur ekki að fara yfir eitthvað limit og eitthvað, það bara minn líkami. Minn líkami að koma tímabil þar sem maður kallar á eitthvað meira intens. Akkurat núna svolítið, þú ert undir talsverðu álagi í vinnu, það bara geggja fyrir að nota hreyfinguna sem recovery. Þannig að þú ert svolítið, tekur ákveðin styrk þannig að þú viðhaldir vöðvamassa og ert flexible og heldur hjart- og æðakerfinu góðu. En einmitt, hreyfing mér það mikilvæg að ég hreyfi mig oft og þá kemur maður líka jafnvel fyrir íþróttafólk að þú horfir á þetta á lengri grundvelli, að þá ef þú horfir á heilt ár, þá þetta spurningin ef ég fer ekki yfir ákveðið level á áreynslu þá get ég eftir miklu oftar, en svo get ég tekið ákveðin tímabil þar sem ég í bara æfingabúðum eða eitthvað þar sem ég keyri allt í gang. Yfir árið ertu kannski búin að sleppa við einhver meiðsli, eða sem þýðir það að þú ert búin að ná miklu fleiri æfingum heldur en sá sem að nota aðra aðferð. En síðan náttúrulega ákveðnar undantekningar og það til fólk eins og til dæmis, ég veit að þú ert mikið í crossfitinu og búin að taka viðtölu. Það náttúrulega fólk sem í raun og veru búið að kenna líkamanum á sér að þola stjarnfræðilega mikið álag. Já, og náttúrulega vinnur við að recovera frá þessu en ekki setja í tölvustól. Og það það sem fólk verður að átta sig á. Atvinnu íþróttamaður með allt aðra möguleika til þess að ná endurheimt heldur en venjuleg skrifstofumanneskja sem með 3 börn. Það bara þannig. Bara líka hvað var það andlegt áreiti. Spurningin var það ekki með heilsuna. Bara hvernig þið tókst að vinna svo langt við. Nú er ég búin að fara yfir, samt ennþá inn í efninu. Ég er búin að fara yfir næringun og hreyfingun. Ég er komið alltaf ég reyndi að næra mig holt og hreyfa mig fyrir x mörgum árunum. Ég var bara með alltaf hugmyndur hvað það væri heldur en í dag. Hugmyndin mín
þegar ég er að skrifa þessa bók ef við segjum að mikilvægastu 3 hlutin þeirra að koma að heilsu séu næring, hreyfing og svefn og þá oft farið í bara að forsa þú sefur ekki nógu vel, nú þarftu bara að sofa betur manneskja sem sefur ekki vel það ástæði fyrir hún sefur ekki vel, það bara erfitt að ná góðum svefni Varst þú þar sjálfur eða? Ert þú þar sjálfur eða? Ég hef tekið tímabil þar sem ég átt erfitt með ég hef eiginlega aldrei átt erfitt með að sofna en ég hef tekið tímabil þar sem ég hef aldrei náð ekki heilum svefni í langan tíma það fer alveg með kerfið sko. Það er bara ómiklu spennu ástandi þannig ég hef þurft að skoða svefn talsvert hreyfing, næring, svefn þessi 3 hlutir mitt segir mannesku sem að hreyfir sig ekki reglulega bara verra sem hreyfing enda þannig að það yfirleitt hægt að koma upp í vana en það spurninga mitt ef ég er ekki vanur eða vön að hreyfa mig og ég fer til einkaþjálfara það allt keyrt í gang og ég með einhverja svaka harspörur í marga daga þetta endist yfirleitt ekki lengi af því það skortir sko gleðina og það skortir það ég finni ég er ekki bara að horfa á eitthvað sixpack eða eitthvað ég er að koma líkamanum á mér í betra stand næringin það sama manneskja sem er að glíma við ofþyngd eða eitthvað það bara þú verður bara að hætta að borða þetta og byrja að borða þetta ég horfi svolítið á það þannig að það er bara getur reynt að haga lífinu þínu þannig að þú komi líkamannu þínu að því bestu tímabilin mín og ég hef tekið löng þannig tímabil það sem ég þessi 3 helstu þættir 3 stærstu þættin þetta kemur að heilsu ég sef vel á þess að það ráða fyrir því ég hreyfi mig mikið að því mér er gaman að því ég borða frekar holt að því mér bara langar ekki að borða óholt ég er ekki neinu slagsmálum ég þarf engan kúr sem ég finnst bara að vera að þvæla skilur að því ég get verið á einhverjum kúr þegar líkaminn á mér er í miklu insúlín ójafnvægi og hormónu ójafnvægi og þú setur óholla hluti fyrir framanum og ég er bara í slagsmálum við að borða það ekki ég hef tekið mjög löng tímabil þar sem að þú getur sett allt það óholla sem að mér finnst best á bragðið fyrir framan mig og þú getur haft það fyrir framan mig allan daginn mér langar ekki í það líkaminn á mér er það góð jafnvægi ég nenni ekki að fara í vímunar sem að ég fæ að þessu sigri bara nenni því ekki þetta er ekki slagur, þetta er engin slagur og þá er bara líkamsstarfsemi mín í það miklu jafnvægi ég er ekki alltaf þarna, alls ekki og þess vegna er ég með öndunaræfingarnar hugleiðsluna, kuldan, hlutina sem í stóru myndin, ég hjálpa þær að komast í þannig jafnvægi að þessi 3 hlutir komið svolítið að sjálfu sér að því ef að stóðkerfið þitt er í lagi og líkamann á þér er í sæmilegu lagi þá er það eiginlega bara ofbeldi stórt orð en það að hreyfa sig ekki fólk sem segist ekki hafa tíma til að hreyfa sig þá þarf þetta að spyrja hef ég tíma til að lifa hef ég eitthvað tíma til að vera yfir höfuð sko ef við tækjum bara það dýr úr náttúrunni sem er líkast okkur í erfðaefni apa og við myndum að því fólk ofta þú er mikið að gaggrina samfélagi þetta er nú ekki alveg svona slæmt og eitthvað skilur við jú, þetta er svona slæmt ef þú tækir apa og myndir setja hann í þennan stól eða þennan stól hér og myndir óla niður og festan og segja hann að sitja í þessari stöðu sem mest allan daginn og hafa gerfi byrtu framan í honum og helst sem allra mesta áreitum og drasli svo myndir þú setja alls konar rusl upp í hann ef þessi api væri ekki orðin alveg stjartfræðilega geðveikur á mánuði þá myndum við vilja rannsaka hann Já Við erum bara lífverar sko þannig að við erum hönnuð til að hreyfa okkur og þetta finnst mér líka við þurfum að fara að skoða skólakerfi við þurfum að fara að skoða þetta alltaf því þetta er ekki það er enginn sem sagði að þetta ætti að vera svona börn þurfa að hreyfa sig það er þeim eðlislegt skilur við getum ekki verið að ala þau upp í að sita fyrir framan einhvern skjá allan daginn Ég var að heyra í hjallastefnunni þá byrjaði held ég daginn á því að stelpurnar fara út að hlaupa hringinn í kringum skólan eða eitthvað. Frábært. Já, og það bara af einn ástæð bara til að keyra aðeins upp orkuna, setja síðan niður og læra og síðan fara strákarnir út að hlaupa eitthvað aðeins setna sko, þeir hafa vist meiri orku á daginn þannig þurfu ekki að fara beint út að hlaupa þegar þeir mæta. Án þess að þekka það. En þú tala líka mikið í bókinu svolítið bara svona tengingu við náttúruna og þá kemur maður svolítið inn á það sem að þú kallaði skrýtnakallin að labba berfættur og allt þetta og þú veist eins með þessi ísböð og kuldan og fara út í sjóin hvernig var það svona fyrir þig og það er fyrir mér þá finnst mér alveg fitta þú veist, fyrir mér ert þú svo mikið sá gæi sem er að pröfa þetta þannig ég svona keip mér ekkert mikið upp við það en hefur átt í smá dialóg við sjálfa þig bara herðu, Sölvi, þú ert ekki að fara að labba upp þetta fjall á tánum þetta er bara Þetta svona gerum við ekki? Nei, af því flest þessar hluti hefur verið að gera á síðustu 2-3 árum og ég er búin að vera
á rosalega frjálsum stað síðustu 2-3 ár. Það meira kannski ef það byrtist eitthvað frétt að þá smá díalógur sem bara, ok, nú finnst einhverjum ég vera búin að missa allt í lagi, skilur, ég hefði hugsað eins hennan gæja fyrir einhverjum árum síðan og það bara, tók mér smá tíma að ná að komast á þann stað að fara að hafa gaman að því og það því fyrsta viðbragð alltaf finnst einhverjum ég vera skrítin, þetta glata, skilur eitthvað, en það aftur bara þegar ég fer og hitti ísmannin, það nóg fyrir mig að sita fyrir framan hennar mann. Ég man ekki hvað hann var gamall þegar ég hitt hann, 61-2 ára gamall og ég ætla að fara að byrja að viðtala við hann bara, og hann segir, heyrðu, ég ekki að fara að gera þetta viðtal við þig nema ég fá að láta það gera öndunar eitthvað fyrst, ekki að ræða það því annars bara visti ekkit hvað ég að tala ég vil fá að sína þetta og ég segi, ok, þú ert að fara að halda nýri andanum núna í svona allavega jafnvel 1,5 mínútu og ég segi, ég hef aldrei haldið inn í andanum meira en 40 sekúndur en ég held að það sé ekki að fara að gera það bara, jú, þetta svona svo fer hann bara með mig gegnum ákveðinu öndunarhring og jú, ég held nýri andanum og ég held því fer yfir eitthvað limit hjá sjálfu mér, þá hugsa ég, heyrðu, já, það eitthvað viti í þessu sem þessi gæjar tala þá fer ég öðruvísi inn í og síðan ég fyrir framan og að taka viðtal við hann í rúman klukkutíma, ég labba út frá hann og mér líður eins og þessi 3 metrar á hæð, skilur það nægði að tala við hennar mann sem segja, hann að gera eitthvað rétt, ég ætla að prófa þetta og sama með það að labba berfættur og það kannski svona mest á jaðrinum af því sem ég að tala í bókinni. Ég skil það bara mjög vel ef að margir segir þetta bara þvæla, skilur. En svo ég taki aftur dæmi þá það bara menn sem að ég hef lesið mikið eftir og ber virðingu fyrir Dave Asprey og Tim Ferriss. Þeir nota þetta báði mikið, sérstaklega þegar þeir eru að ferðast, að þeir hafa bara prófað það og tekið viðtölu fólk sem er bara við flugþreytur, ekkert sem gerir betur en að labba berfættur í 20 mínútur. Fá bara við bertskinn við jörð og ná en það verður að vera, það má ekki vera gangstétt. Þetta snýst ekki að labba berfættur, þetta snýst að snerta jörð og það verður þá að vera alvöru jörð. Það verður helst að vera bestur að þessi blautt gras eða sandur og þetta eitt af því sem að ég held að láti fólki líða vel þegar það í sólarlöndum. Það náttúrulega að fá sólina og söltin úr sjónum en síðan líka að þú ert að labba berfættur í sandi og það er ákveðina pælingar á bak við það að þú veist að það að jarðtengja sig geti bara gert fullt af hlutum fyrir líkamannaður. En það nóg fyrir mig að heyra þessa menn tala þetta til þess að ég prófa þetta og svo hitti ég líka mann sem að labbaði berfættur þvert yfir Ísland á árið 2017, sumarið 2017 og sem búin að vera að tala þetta í mörg ár og að vinna með fólki í Tókíó sem að drepast úr streitu og eitthvað. Og nú vorum við hittina mann og því hann þakkar það hversu vel honum líður því að vera að gera þetta og þessi maður 65 ára en lífskrafturinn í honum var eins og hann verið 20 og ég segi ok, þú ert að gera eitthvað rétt ég til ég að prófa það og svo kannski virkar þetta fyrir mig, kannski ekki en þetta þannig að þetta er bara einn af hlutunum sem ég hef prófað. Já, þetta er líka það mikið talað þetta í hlaupaheiminum með að hlaupa berfættur til að styrkja allt unitið og sleppa skónum og byrja að virkja vöðva og það er síðan önnur fræði sem eru líka heilmikið viti Já, en þarna er þarna er það að tala um þessa jarðtengingu er þetta eitthvað líffræðilegt? Já, þarna ætla ég ekki að þarna er ég komin út á hálan ís þegar kemur að einhverjum vísindum að því það er búið að gera rannsóknir en þær eru takmarka margar og það er alveg örugglega hægt að rekja þetta eða skilur, kannski ekki en ég veit þetta atriði sem aldrei hægt að vera allir verið að sammálum en maður sem bendi til að þetta að hleðsla jörðin ákveðin hleðsla og við erum hleðsla og það að leyfa húðinni að snerta lifandi hluti eins og bara gras skilur á að geta hlaðið og á hvern hátt skilur hvort sem nú ég aftur bara ég komin á svið sem svona þú heyrir að ég breytist þannig þegar ég tala þetta því ég fer bara að hafa bæði belt og axlabönd af því ég vil ekki vera að tala of mikið hluti sem að væri ef til vill hægt að hrekja skilur þannig að þetta svona meira atriði sem ég segi bara ég prófaði þetta, mér finnst þetta virka vel fyrir mig en ég læta eiginlega svolítið staðan þar og í bókinni fer ég mjög varfærnislega, það eru til bækur sem hafa verið skrifaðar þetta sem ég hef lesið, það sem farið svolítið svona
harkalega í að segja að þetta sé bara, þetta dræju bólgum og gerir fullt af hlutum og það sé bara búið að sína fram á það. Ég segi svona, ok, þú veist, það meikar sens fyrir mér og ég alveg til í að kaupa það upp á vissu marki en ég ætla ekki að fullyrða það. Já. Þannig að þetta er eitt af þessum atriðum sem ég mæli bara með að fólk prófi og ég gerir þetta ef ég er einmitt staddur ykkur stað þar sem að er sandur og sjór sem er hlýr, að þá finnst mér það gera mér gott að labba berfættur ákveðið marga mínútur á dag og fara hún í sjóin þar sem ég er að taka fullt af söltum og steinefnum í gegnum húðina. Ég finn að það gerir mér gott, sko. En eflaust geti ykkur annar verið með ykkur aðra hugmynd en þetta með náttúrun er svo mikið, svo ég koma aftur að apanum, ég held að sé ykkur svona óskilgrind kolröng hugmynd sem við höfum að við séum að toppa sem lífverur. Við erum að toppa tæknilega, klárlega, mannkynið er að toppa tæknilega en þú þarft ekki að skoða mikla mannfræði til að komast því að þú færir nokkur 100 ár aftur í tíman eða nokkur 1000 ár, þá vorum við bara miklu öflugri lífverur. Við vorum stærri heila, við vorum sterkari, við vorum bara betri lífverur. Þetta er bara búið að vera á niðurlið. Sérstaklega á síðustu 100, það er alltaf innu farið að vera bara ofboðslega mikið ófrjósemi og alls konar, eiturefnin sem við erum að taka í gegnum húðina, öndunarfærin, mat, þetta er bara orðið allt annað heldur en maður þarf ekki að hugsa dæmið lengi til að hugsa fyrir hvað er ég hannaður. Erfðaefnið í mig breytist ekki frumu uppbygging, þetta breytist ekki á einum degi. Ég er hannaður fyrir það hvernig við erum búin að vera að lifa í rosalega langan tíma. Svo er þetta búið að breytast ofboðslega mikið, bara sérstaklega núna síðustu 50-70 árum og sérstaklega bara núna síðustu 20, sko. Þannig að ég held að sé ekkert skrítin afleiðing að heilsan sé á niðurleiði í þróðum samfélögum. En pældi, þetta er þegar maður horfir á þetta heildarmyndina og öll þessi svona eitthvað sem að fólk kallar eitthvað biohacks núna og eitthvað svona tricks og ráð til að líða betur, það er eins og að allan á stór hluti af þessu sé eitthvað sem við gerðum mjög automatískt fyrir einhverjum 100 eða 1000 ára, bara eins og þú tala með að fara út í kuldan, bara með það að þú veist að fasta, að upplifa ákveðin harðindi, að vera í tengslum við náttúruna, þetta er einhvern veginn allt sem að okkur tókst að taka frá okkur og eins og sykur og innihaldslýsingar á mat sem er alltaf matur lengur. Hárrétt. Það er svona eins og að triksið og leiðin að því að líða betur sé bara að spóla all hressilega tilbaka í mannkynnsum. Það er það að mörgu liti. Og birta og lýsing, svefn, að leyfa sér og þú veist að það sé ekki verið að tala við þig eitthvað vinnu-e-mail sem býðir inn leið og þú vaknar og þú sendir síðasta mailið rétt áður en þú sofnar og þú sefur illa og vaknar og bara komin í vítarhringinn. Bara það að fólk, ég tengi alveg við þig, verið þar oft sjálfur, að það getur ekki sofið í janúar á Íslandi er rosalega skrítið. Það er alltaf dimmt. Samt getur maður ekki sofið. Af hverju er það? Það er bara því heilinn á mér er á yfirsnúningi við að fá gervibirtu og áreiti og drasl, þannig ég get ekki slaka á. Lífveran í mér myndi mjög fljótt taka við sér ef ég myndi leyfin að fá bara dimmuna og það er annað einmitt sem ég tala um í bókinni sem ég held að muni komast inn í almenna umræðu, það eru einhver ár í það en það mun komast í almenna umræðu bara hvað birta það verður til hugtaki jungle light vegna þess að augun í okkur taki gegn svo mikið áreitu og hafa svo mikil áhrif á heilastarfsemina að ef maður hugsa um það þá og þegar ég er erlendis núna í aðstæðum þar sem birtustíð er mjög jafnt bara það leið og ég vakna á morgnana labba ég beint út til að fá bara sterka dagsbirtu þá er ég í raun og veru líka að hafa áhrif á svefninu kvöldið því þá fær heilinn í mig strax skilaboð það komið dagur og þetta er ekki bara einhver að því innibirtan og gerfibirtan hún er hvorki nógu björt til að vekja okkur almennilega né nógu dimmt til að hjálpa melatonininu fyrir svefnin þannig að þetta er svona hvorki nýjabirta sem við erum í mest allan sólarhringinn. Já. Hjálpaði þetta til með svefn að breyta birtustími? Og þetta er svona eitt sem að mér langar að koma inn í umræðinu svefn sem að mér finnst oft vanta að það er þegar að vera að tala um svefnhringin þá er alltaf bara að vera að pæla í hvað ég gera rétt áður en ég sofna. Já. En hvernig starta ég svefnhringnum á morgnana? Já, hvernig lætur líka að vita að ná að vera vakandi? Já, læti ég heilan í mér bara fá strax þau viðbrögð, þú veist, það er komið dagur og það er bara, að því ég man ekki alveg töluna en það hvað alvöru dagsbirta er miklu sterkar en innibirta ég man ekki, það er rosalega mikill munur og ég er með þetta í bókinu en ég man ekki töluna nákvæmlega. Nei.
Ég held þetta sé eitthvað sko í kringum 30.000 lux sem þú færð á sólríkum degi versus 5.000 á skrifstofulýsingu eða eitthvað. Já, munurinn er að minnstakosti svo mikil. Já. Að minnstakosti. Það er líka mitt svo klikkað sko að þegar þú talar um einmitt bara hvað ljós er í gangi, þú veist, og maður kveikir á ljósrófunum að þetta er allt merki til líkamanns, þú veist, við pikum upp og byrjum að framleiða hormóna í kringum ljósi sem við erum að fá að okkur. Og þá kemur maður aftur að bara því það er svo gott að hafa að prófa hluti. Ég get alveg sagt að það var eitthvað þvæla að vera með einhver Superman-glerugu. Ég keypti mér þannig glerugu. Já, svona appelsínugul. Bæði appelsínugul og rauð. Já. Appelsínugul til þess að vinna í tölvunni og ég get tekið eina dæmisögu af því hvernig mér fannst þau virka. Það eru bara svona sem virka svolítið eins og F-Lux eða forrit sem þau bara taka út verstu bláubirtuna. Já. Ég var að keyra í Kaliforníu með mömmu minni dálítið langa leið að kvöldi og var alltaf að fá bílljósin á móti framan í andlitu. Ég var rosalega pirraður. Og þetta er bara heilin í mér en að fá stanslaus óþægileg áriði. Svo keyrði ég sömu leið tilbaka með gleraugun á mér nokkrum dögum síðar og ég var sultuslagur og fann ekki neitt. Hin gleraugun sem eru, þú veist, þau líta mjög fyndið út sem maður setur á sig bara fyrir svefnin, þau eru nú að plata heilan í þér til að halda þessi blackout. Þannig að þau leipa bara inn rauðri byrt. Þú getur hort á tölvuskjá, þú getur hort á sjónvarskjá en heilin í þér er bara að fá næturbirtuna inn. Fyrsta skipti sem ég notaði þau og var að horfa á þátt á Netflix þá sofnaði ég yfir sjónvarpin í fyrsta skipti síðan að ég var ég man ekki hvenær, bara unglingur eða eitthvað. Það er nóg fyrir mig að þarna fæ ég bara já, heyrðu, ok mér getur fundist eitthvað þetta en þetta virkar. Ég hef ekki sofnað yfir sjónvarpinu í bara mörg ár og svo gerir þetta bara allt í hennu núna í fyrsta skipti sem ég læti sig gleru á mig. Ok, þetta er greinilega að hafa ykkur áhrif. Og þá get ég sagt þetta við fólk af því ég hef prófað það fólk er síðan frjálst að finnast hvað sem er það en ég get allavega sagt ég hef prófað þetta virkar. Er þetta eitthvað sem þú notar daglega? Ég hef gert það í langan tíma, núna er ég bara búin að vera eiga frekar gott með svefn þannig að ég hef ekki verið að nota og svo líka er ég búin að ferða svo mikið að ég glutraði öðrum, týndi þeim og hinn brotnuð en ég er með á listanum hjá mér að fara að panta þetta aftur því að þetta er eitthvað sem bara gerði mjög mikið fyrir mig. Já. Það er annað með þegar við erum að tala að spóla aftur í mannkynssöguna og hvað hluti vorum að gera rétt þá sem eru núna orðin bara eitthvað svona tricks. Það er tengt svolítið trúabröðum. Margt af þessu er að þú veist, fara með bæn, hugleiða, fasta aftur og einhvers konar bara svona tími sem þú verð með sjálfur þér og líka skrifa reyndar. Mér finnst það vera svolítið svona eins og þú tala svolítið um þakklætislista og þess að þar. Er ekki hellingur í þessum rótgrónum trúabröðum sem voru bara spot on en svona ádeilan einhvern veginn hilmir yfir þig? Jú, og þarna þetta er svona ég ákvaða að hafa heilan kafla í bókinni bæn og þakklæti en ég hugsaði með mér, þú veist, þetta er það efni sem að margir munur hrista hausin yfir, þannig að ég reyna að skrifa það svolítið þannig, ég kem úr þeirri átt að ég er með háskólaprófi í sálfræði, þú veist, ég er mjög gagnrýnin í hugsun, þannig að hugmyndunum kalla á himnum, ég er ekki alveg að tala um það. Trúabrögð, það var sannlega rosalega margir ljótir hlutir gerst í gegnum trúabröð gegnum tíðina, stríð, bara ofbeldi, mikið að ljótum. Trúarstofnanir sama, en ég ferðast mikið til samfélaga þar sem trú er iðkuð á hverjum degi og ég man að ég var eitthvað tíðan held ég hafi verið í Líbanon þegar að því það er svona land þar sem er mikil kristni en líka múslimar og þá er ég þarna fyrir utan mosku og ég labba inn og ég sé fólk vera að biðja og þá einmitt hugsa ég skilur ok, eitt eru trúarbröðin, eitt eru trúarstofnanirnar, eitt er hugmyndin um það hvað er verið að biðja en það að iðka það 5 sinnum á dag að eitthvað sé æðra manni sjálfum held ég að hljóta að vera gott. Þú kemst bara aðeins úr rassinum á sjálfum þér. Þannig að það bæn per se, ef við horfum á bæn sem bara eitthvað sem að því fólki þykir vænt börni sín myndi fólki finnast það fráleit hugmynd að þú myndi segja við barnið þitt heyrðu, svo núna bara á hverju kvöldi þá ætlum við að biðja fallega hluti fyrir þig og fyrir annað fólk ég get ekki séð annað en að þetta sé bara mjög fallegt ef þú tekur og geti gert mjög góða hluti fyrir þig, ef þú tekur trúarbröðin og trúarstofnanirnar út úr þessu, svo alltaf lægi ef einhverjum
finnast trúarbröðin frábæri eða trúarstofnanirnar, þá það bara besta mál, en fyrir þá sem eru í raun og veru að hefta sig í aðgerðinu út af því, þá það spurningin skilur, og þannig tæklaði ég þetta fyrst. Ég bara hitti fólk sem sagði bara, ég að gera þetta gerir góða hluti fyrir mig, og ég var mitt á bara örvendingaföllum stað og hafði upplifað erfiða hluti, og ég hugsaði bara, háskólamaðurinn var bara, hvers konar andskotast þvæla er þetta, en það sem ég get gert ég get nálgast þetta eins og tilraun, eða tilgátu. Ég fer og bið bænir 10 daga í röð, og svo testa ég bara hvernig mér líður eftir þessa 10 daga, og þá get ég sagt bara, var þetta bara della eða gerði þetta eitthvað gott fyrir mig, og mér leið betur. Mér fannst þetta, og ég fór að svona hlakka til að taka mér smá stundi í þetta, en síðan þarf þetta ekki endilega að vera með bæn, en þakklæti er eitthvað sem aftur, heilin í okkur er rosalega öflugt verkfæri, og það segir sér svo mikið sjálft að ef þú ferða fyrstu dagana getur þetta verið svolítið erfitt, af því maður er bara kannski vanþakkláttur alltaf hornum sér eða eitthvað, en þú skrifa niður nokkur atriði sem þú þakkláttur fyrir, og svo þarftu jafnvel stundum að pína því í það, þá smátt og smátt ferðu bara að taka eftir hlutum yfir daginn sem þú getur verið þakkláttur fyrir, og það eru bestu tímabili mín þegar ég hef komist á þann stað að ég fer að vera barnslega þakkláttur yfir mjög ómerkilegum hlutum. Þá, því það finnst mér vera einhvern veginn að lifa lífinu dálítið til fulls, þegar ég fer að drekka eitthvað vaskla svo ég fer að pæli bara, djúvel er þetta ferskt og gott vatn, skilur. Það er gott, skilur, það er æðislegt þegar þú fara að kunna meta litlu hlutina, af því ég er svona kvíða athyglisbrert stúddi sem verður alltaf að hafa flugveldarsýningar, sko. Ég held að býðist þegar að lífi komið til mín í stóru flugveldarsýningunum, sko. Og svo er það bara mjög slæm tíðindi fyrir mig áttam á því að lífið er bara litlu hlutinir. Og það er ekki fyrir en ég get byrjað að njóta litlu hlutina sem að fer að vera eitthvað almennilegt vit í þessu, sko. Já, og það er náttúrulega krefst æfingar. Það er bara svona ákvörðun sem þetta er eitthvað sem kemur kannski ekki þetta sjálfur sér. Maður getur bara æft þetta eins og hvað annað. Já, þú talar að í bókina heilinaður funkari svolítið öðru sig en hjá öðrum, eða svona líklega með við hvað var athygli. Það er ekki ólíklegt. Það er ekki ólíklegt. Hvernig, er það partur af öllu þessu ferðalagi líka? Já, ég gerði ekki alveg þessa tengingu á sínum tíma, en ég hugsa stundum til þess ef ég væri að alast upp sem lítið barn í dag og væri með foreldra sem væri ekki að hafa mikið eftirlit með mér, þá væri ég í rosa vondum málum, því ég komst í kynni við fram að 20, komst ég í kynni við 2 tölvuleiki og það endaði í bæði skiptin illa. Super Mario Bros og Championship Manager, og í bæði skiptin endaði það með því að ég varð að brjóta diskinn til þess að hætta að spila leikinn, því ég bara réði ekki við það. Annars skipti í samráði við foreldra mína eftir að þau höfðu slitið með grenjandi frá tölvunni í einhver skipti, þá var ég lítill. Svo Championship Manager, þá var ég komin á menntaskóla og síðan háskóla ár, þegar ég segi bara, þetta er bara að fara að hafa áhrif á skapið þitt, þetta er fara að taka þig tíma, þú sefur ekki, bara því miður, bara þú er það mikill fíkill í það að það bara brjóta geisladiskinn. Þá var þetta ekki á netinu, þannig að það var auðveldara. Þegar það var búið að brjóta geisladiskinn og henda honum hann í ruslið, þá var ekki hægt að spila leiki meira. Djúlega er til að sjá hvað bara skila inn snjallsímanum sínum núna. Þetta er ekki að gera mig gott. En þarna aftur, ég umgengst fullt af fólki sem ræði miklu betur við þessa hluti en ég. Þegar kemur allir með snjallsímum, ástæðan fyrir að ég er með svolítið sterkar skoðun á sér, og það er bara, ég ræð illa við áreiti í gegnum skjái af því að ég er með tilhneigingu til að fara í athyglisbrest. Mjög mikla, alveg frá því að ég var lítið barn, þá ég veit að börn gleyma hlutum, en ég gat ekki átt vettlinga eða óvuð eða trefil í meir en 2 daga. Það fór alltaf allt og einmitt svona sveimhuga, einhvern veginn dálítið út allt, og þannig að fyrir mig er það bara eitthvað sem ég verði svolítið að taka alvarlega. Já, þú hefur farið líka í svolítið hvað sem ekki beint þessar hefðbundnu hluti sem að fólk ræðist í þegar það er í sjálfsvinnu, eins og við hittumst daginn og þá varst að segja frá Niacin. Getur þú sagt okkur aðeins hvað það er? Já, það er enn annar hlutur. Ég er svo þakkláttur fyrir að vegferðin mín á síðustu árum hefur líka verið þannig að þegar ég fer að prófa þessa hluti þá fer að koma meira fólki til mín sem er að kynna fyrir mér alls konar hluti. En það var bara gegnum nafna minn og vin minn, Sölva, sem hafi verið í Kaliforníu með miklum heilsu kallið þar, og þar voru þeir að sturta í sig Niacin. Niacin er í raun og veru bara B-vitamin, B3, en ef þú kaupir á Íslandi þá sérðu yfirleitt flush free, sem þýðir að þú færið ekki róða og kláða og dót af því, sem er í raun og veru stærsta virknin úr efninu. Þannig að ég hef, eftir að hafa prófað þetta, og kaupið mér þetta úti,
og að því mér er gaman að fá þessi áhrif, þetta er bara auki blóðflæði og þetta, þú veist, maður verður rjóður og þetta er svolítið eins og fólk þekki með svona pre-workout nema þetta er miklu íktara maður verður miklu rauðar og maður klæjar út allt og það er en mér er svo gott að gera þetta með þegar ég fer í heitt og kalt þegar ég fer í gufu og kalda eða heitabotnin og kalda að þar maður náttúrulega að leita svolítið eftir blóðflæðis áhrifum og koma kerfin í gang og mér er þetta svolítið tvöfalda en þetta er lítið dæmi eitthvað sem að mikið af hluti sem ég er að tala um í þessari bók sem ég held að jafnvel þú sért atvinni íþróttamaður eða hafi verið að kynna þig mikið heilsu ég held þú munir alltaf finna einhver atriði þarna sem þú varst að sjá í fyrsta skipti Já, algjörlega og líka bara eins og hluti með öndun og svona eitthvað sem að Já, sem að því ég veit að mikið íþróttafólki sem hlustar á þáttinn hjá þér eða horfir á hann öndun fyrir mig ef að ég væri að vinna með atvinni íþróttamanni mestar líkur á að ég geti fundið einhverja bætingu á frammistöðu hjá þessum einstaklingi held ég að það eru líkur til þess að það væri í gegnum öndun vegna þess að það hvernig öndunin er allan sólarhringin hefur áhrif á það hvernig líkaminn er að performera allan sólarhringin þannig að ef þú gerir hlut til að koma önduninni í mjög gott stand þá ertu að vinna því að líkamsstarfsemin sé í góðu ástandi allan sólarhringin þannig að það var náungi sem kom inn til Íslands fyrir þessu ári sem að skrifaði bók sem heitir Oxygen Advantage sem er frábær. Ég hef líka lesið bækur jógaöndunin og allt það en ég mæli sérstaklega með þeirri bók og mikið af öndunarkaflanum í minni bók er byggt á því ásamt síðan því að ég hef andað með Wim Hof ísmanninum og einmitt hitt jóga sérfræðing út allan heim og lært öndunaræfingar þar og fleira en það er einmitt þetta þessi balans á koldíoxíði og súrefni sem að getur verið skakkur og ítt undir það að maður sé í meira inn í sympatíska kerfinu heldur en æskilegt er og þar með endurheimtin verri. Hann var með mjög direkt punkt þetta sem var bara að andi gegnum nefið en ekki munn og það direkt sko að fólk og þú held ég, sagði það ekki í bókin að þú varst að sofa með teipa fyrir munnin Annað atriði sem að ég segi bara, þetta hljómar rosalega furðulega að teipa fyrir munnin á sér og margir fara bara í lífhræðslu sko. bara, hvað það stíplast í nefinu en málið er að ef þú ferð að anda bara gegnum nefið þá, og þetta sem við kallum alltaf kvef og eitthvað stípli í nefið, þetta er mjög oft bara, ég andum ekki gegnum munnin þá eikist límmyndinu í nefinu þannig að ég hef gert ákveðnar öndunaræfingar og þetta, prófað að teipa fyrir munnin á mér í ákveðnan tíma og þá er bara ekki til í dæminu að ég fái límmyndinu í nefi nema ég sé kannski að sturti með mjólkuvörum sem er svona það sem býr til mest slím allavega hjá mér en þetta er annað sem að ég mæli eindrið með að ég prófaði þetta í mitt þegar ég var á göngunni og sérstaklega þar var ég að prófa alls konar hluti á líkamnum og svo hef ég gert þetta oft en með margt sem ég ger ég þetta annarslagið og svo, en þú veist, einmitt þetta að teipa fyrir munninn á sér heila nótt, þú ert að andi gegnum nefið alla nóttina og kenna líkamannum að andi gegnum nefið, þá finn ég breytingar á hvíldapúls og ég vakna út hvíldari. Það er bara eins og líkamstarf sem sé búin að vera betri yfir nóttina. Já, heldur að þetta hafi, fannst það sjálfur, þetta kom þér meira í það ástand að andi gegnum nefið? Já. Þú kendi líkamannum það bara? Já, og svo eru líka bara ákveðnar öndunaræfingar sem hafa með svona, að við slettum breath hold eða það bara haldi inn í sér andanum og anda lítið, minimal breathing, það er erfitt á meðan á því stendur en það hjálpar líkamannum til að fara í rétta öndun yfir allan sólarhringinn og þar með auka endurheimt og... Var það eitthvað sem maður átt að gera bara innan æfingarinnar eða átti það að vara yfir allan daginn? Ég bara sé fyrirlestur með honum sko, þá var hann að láta fólk sko, það er náttúrulega að segja svolítið sjálft að ef þú ert á mjög harkalegum æfingum þá ert að fara andi gegnum munn. Já. Þannig að það er ágætt að æfa líkamann í að þola ákveðna áreynslu bara í gegnum nef og ég ger oft ákveðnar gönguæfingar þar sem ég labba ákveð mörg skref svo bara blokka ég og held niður í mér andanum og ég mitt, þú veist, þegar ég hef verið komin í ákveðna æfingu þá get ég labbað 150 skref með án þess ég undirbúið með neitt og held inn í mér andanum allan tíman sem er bara býsna mikið og þá er ég náttúrulega augljóslega að efla öndunarkerfið ef ég er að kenna líkamannum að vera án súrefnis. Já, hann Árni Björn Krossetari sem var hjá mér í síðasta þætti, hann áður en hann kom í viðtalið þá var hann einmitt að hlaupa á hlaupabretti og anda bara í gegnum nefið, bæði til þess að halda púlsunum niðri þannig að hann í rauninni fær ekki of geist og er væntanlega eitthvað svona
áhrif sem það Já, hefur ég held að þetta sé eitthvað sem mjög margir íþróttamenn það er möguleiki á bætingu þarna að því þetta er svona hlutur sem að það er ekki algengt að maður hitti fólk sem hefur tilengað sér þetta og virkilega hugsa þessa hluti til enda því nú, þú veist, fullt af fólki sem er að pæla í minnstu smáatriðum með aðra hluti en gleymir þessu alveg. Já, algjörlega. Herðu, ég ætla að fara að sleppa þér hérna fljótlega. Það er, bókin heitir Á eigin skinni. Já. Situr í efsta sæti listans, eða ekki? Jú. Innilega til hamingju með það. Þakkaði kærlega fyrir það. Og mér langar bara svona, aðeins svona undir lokin, ég veit að podcastið er búið að snúast allt um það, en hérna, og bókin er náttúrulega skrifuð til þín fyrir 10 árum, það sem þú hefði vilja vita, en fólk sem kannski tengir við þetta og tengir við áhrifin, hvað segir maður, hérna, einkennin sem þú varst að glíma við þegar vestlét, eða þú veist, vægari einkenni, vonandi. Er eitthvað svona ráð, einhver byrjunarskrif sem þarf að taka? Já, ég meina ég er búin að nefna ef ég ætti að nefna Það er búin að nefna helling. Já, en ef ég ætti að nefna 2 hluti sem að gefa manni mjög mikið með tíman sem maður setur í þá og ég held að flestir gætu gert en eru ekki að gera, þá er það þetta sem ég nefndi með skjái, að sleppa skjám fyrsta hálftíman og síðasta hálftíman, helst klukkutíma, en ég segi hálftíma því ég veit hvernig nútíma maðurinn er. Þið finnst það að vera svo mikilvægt? Það er mjög mikilvægt og síðan þakklætislistin. Þetta tvennt, að því fólk er oft vel inn í hreyfingu, ekki það er hægt að fara miklu dýpra þar heldur en flestir er að gera, en fólk þekkir hreyfingu, næringu, svefni, þetta eru hlutir sem fólk er yfirleitt ekki að gera. Það gefur manni mjög mikið með tíman sem maður setur í það. Og síðan líka bara, ég er ekki góður sölumaður ef ég hef ekki trú á því sem er að selja. Ég hef bara það mikla trú á innihaldin í þessari bók, að nú er ég búin að vera í svolítið streitu í 3 vikur. Ég er að bíða eftir því að geta lesið mína eigin bók til að fara eftir henni. Af því að, og ég segi, ekki lesa þetta bara, gerið þetta. Þetta er bók sem gengur út á að gera hluti. Ef þú lest bókina, þarft ekki einu svona að gera allt, en ef þú gerir einhvern hluta af því sem ég er að leggja til, þá lofa ég þér því að þú munt finna eitthvað þar sem að þú munt vilja koma upp í vana, af því þú munt finna að það gerir góða hluti fyrir þig. Hvernig á fólk að gera þakklætislista fyrir þá sem eru að hlusta og ætla að byrja strax í fyrramálið? Mér finnst best að skrifa niður 10 atriði sem ég þakkláttur fyrir. Það er ekki flóknara það? Nei, fólk getur byrjað á færri atriðum, 3, og þá myndi ég segja að algengast að fyrst, að þetta verður auðveldara bara eftir því sem dagarnir líða, fyrst er líklegt að þú muni lendi erfiðum með að finna 10 atriði, kannski þarf það að byrja á 3, en ef þú vilt hafa það aðeins fleiri, að þá er gott að fara beint í að hugsa, ok, ef ég er vanþakkláttur í dag og mér finnst allt ömurlegt og allir vera ósanngjarnir við mig, þá get ég byrjað að þakka fyrir það að ég hef augu, ég sé, ég ligg hérna í rúmi sem er næs. Það er heitin í herbygginu mínu. Þú getur byrjað að fara bara í hluti sem þú tekur sem algjörlega sjálfsögðum hlut, en ofboðslega mikið af fólki í heiminum getur ekki tekið sem sjálfsögðum hlut. Það er bara hægt að byrja þar. Svo munu fleiri atriði koma til þín og þú munt alltaf eiga auðveldara með þetta. Algjörlega, þetta er geggjað. Ég veit ekki hvað vísindalegu sönnunargögn á bak við þetta, en Páll Óskar gerir þetta og ég held að það dugi fyrir mér. Já, bara aftur, ef að fólk gerir þetta ákveðið marga dagar og það virkar ekki, þá bara að gera hætta þessu. Það eru glæsilegt. Sölvi, takk hérlega fyrir að koma hingað og spjalla og aftur til hamingju með bókina. Takk hérlega.